Já, ég býð ykkur velkomin á fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar vikudaginn 7. mars 2018. Þetta er fundur númer 712 og ég segi fund settan. Á þessu sinni eru 10 mál á dagskrá. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði að venju bornar upp til samþykktar, síðan 4 fundargerðir frá ýmsum nefndum einnig bornar upp til samþykktar og loks 4 fundargerðir til kynningar. Við byrjum á bæjarráði. Það er fundur haldinn í bæjarráði 22. febrúar síðastliðinn. Hann var númer 1343 og ég gef orðið laust. Nú það kveður sig, Anna Sigríður Guðnadóttir. Við beðum orðið, gjörðu svo vel. Ég sé rétt fundi hérna og sjá. 1343, já. Já, ég mun okkar aðeins að ræða hérna mál númer 10. Óskum auki framlag til meistaraflokks karla í knattspyrnu. Ég hérna, í fyrsta lagi þá langar mig bara að fá upplýsingar það hvort að það sé ekki í samræmi við svona samkomulag milli bæjarins og ungmennafélagsins að þegar erindi einstakar deildir eiga erindi við bæjaryfirvöld að þá komi erindi frá formanni aðalstjórnar Aftureldingar. En þetta erindi það er undirritað af formanni meistaraflokksráðs karla fyrrverandi og framkvæmdastjóra félagsins. Þannig að þetta er fyrsta spurningin. Og svo langar mig aðeins, ég er að velta fyrir mig bara því ég fór að lesa þetta bréf, að þetta snýst að það er vandi og og deildin er búin að tapa 2 styrktaraðilum sem er náttúrulega vont, en þeir hljóta að vera vinni að fá aðra í staðinn og þess vegna verið að óska eftir því að fá meira fjármagn frá bænum til þess að ég get ekki skila annað en til þess að standa undir samningum við þessa leikmenn og þá er þetta tengt við Tungubakkana og mín hugsun í þessu Tungubakkanir eru náttúrulega okkar ábyrgð hérna, við bærinn á Tungubakkana og við notum Tungubakkanir eru fínt svæði til þess að íþróttasvæði og en mér finnst einhvern veginn þegar við ætlum að setja peninga í Tungubakkana þá þurfum við ætti að liggja fyrir einhvers konar úttekt á því hver er viðhaldsþörfin, hvað þarf að byggja upp þar og svo þurfum við að setja peninga eins og við teljum að sé rétt. Ég er ekki alveg viss að sé gott að tengja svona saman, hugsun Tungubakkana og samninga við leikmenn hjá meistaraflokki karla. Ég vildi bara koma á framfæri, mér finnst þetta dálítið verið að setja saman þetta hluti sem ætti að vera í sitt-hvoru lagi. Já, Haraldur Sverrisson er næstur á mælendaskrá. Forseti, kem hér upp undir sama lið til þess að bregðast við þessum ábendingum eða vangaveltum bæjarfulltrúa Sigríðar þetta mál. Hvað var það fyrra atriðið, frá hverjum erindið kemur, þá var það þannig að fyrir áramót fékk ég tölvupóst eða bæjarstjóri tölvupóst með viðhengi frá formanni meistaraflokks karla í knattspyrnu þar sem þetta erindi var undirritað þetta sama erindi var undirritað af honum. Ég svaraði því hæl og sagði að erindi hvað varðar fjárhagslega viðskipti eða viðskipti yfir leik, Mosfellsbæjar og Aftureldingar þyrfti að koma í gegnum aðalstjórn og hann meðtók það. Síðan kemur þetta með þessum hætti undirritað af framkvæmdastjóra, aðalstjórnar eða framkvæmdastjóra félagsins og honum. Og ég ligg nú bara svo á að þar með sé það frá aðalstjórn. Ef að framkvæmdastjóri félagsins sem er ráðinn aðalstjórn undirritar bréfið, þá hlýtur það að hafa verið gert með vitund og vilja aðalstjórnar. Ég minnst túlka það þannig. Það er ekki skrifað í samningin að það ég kom frá formanni félagsins heldur frá aðalstjórn. Og ég lít svo á að framkvæmdastjóri félagsins ráðinn aðalstjórn sé fulltrúi aðalstjórnar því.
það kann að vera rangt mat en ég hef bara litið svo á. Og það voru þess vegna var þetta bréf hér merkt inn í bæjarins og það kom svo sem engar athugasemdir við það. Þar nema ég held, mér minnir ég hafi þó sagt frá þessu þar, þó ég nú ekki alveg minnið á hreinu hvað það var það. Síðan hvað varðar sko, Tungubakka og þetta erindi, þá var það alltaf bara sem slíkt sent til umsagnar til framkvæmdastjóra fræðslu- og frístundasviðs, örugglega meðal annars til þess að fá einhverja vangaveltur þessar tilteknu spurningar sem hér komið fram. En það hefur verið þannig að það hefur verið samkomulag milli íþróttafulltrúa og Aftureldingar að Afturelding taki að sér ákveðin rekstrarverkefni, ekki viðhaldsverkefni, heldur rekstrarverkefni hvað varðar utanumhald Tungubakka. Ekki slátt eða neitt slíkt, heldur koma upp mörkum, þrífa húsin, vallarhúsið og hvað eina stilla upp, mála völlin, eða vellina, þetta er náttúrulega fullt af völlum, einhver slíka atriði sem snúa að bara rekstri vallana. Öðrum kosti hefði íþróttamiðstöðin keypt það ekstra anstæða frá en hafa það keypt þessa þjónustu af Aftureldingu. Og fyrir það skilst mér að hafa verið greitt á 600.000 á ári fyrir það. Og nú er sem sagt einn stíl erindi rétt, Aftureldinga óska eftir tvöföldun og það bila á því framlagi. Og ástæðan að gefa upp eins og komið fram í máli Önnu Sigríðar að það væri vegna þess að þeir hefðu með styrktarsamninga og þeir hefðu notað þessa erlendu leikmenn í þetta verkefni og nú skorti fé til þess að standa undir því. En ég frá mínu bæjardyrum séð þetta bara þannig að það er ekkert raun og verið ekkert að breytast á rekstur Tungubakka. Reksturinn á Tungubökkum áætlað svo sami árinu 2017 og 2018 þannig að ég held að sé ekki sjálfur sér ekkert meiri verkefni að ræða en það er þá bara spurningum hvort að bæjarfélagi vil með einhverjum hætti koma til móts við þetta erindi en það er náttúrulega ekki komið til afgreiðslu, það er til umsagnar hjá framkvæmdastjóranum og kemur vantarlega inn í bæjarráð mjög fljótlega, vantarlega gerir ráð fyrir í næstu viku og þá sjáum við þá hvaða tillögur eða umfjöllun það er hlotið á sviðinu. Já, Sigrún Pálsdóttir, þú næsta mælgiskrá, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Ég kem fram undir sama máli, númer 10, óskum ekki framlag til meistaraflokks karla í knattspyrnu. Ég hefði áhuga á því að sjá þetta samkomulag íþróttafulltrúans við meistaraflokkinn. Er mögulegt að fá þetta samkomulag inn á fundargáttinu? Mér skilst það sé munnlegt, ekki skriflegt. Við félagið meinar þetta ekki? Já, eða við félagið, eða hann talaði íþróttafulltrúan. Haraldur. Haraldur, gjörðu svo vel. Og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fekk frá framkvæmdastjóra sviðsins er þetta munnlegt samkomulag íþróttafulltrúans og Aftureldingar þetta tiltekna rekstrarverkefni. Þannig ég hef engan skriflegan gjörning þar á lútandi. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir með orðið, gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, forseti, ég þekki aðeins til þessarar sögu og þessar hefðar í rauninni sem að þessi munnlegi samningur og það er kannski eitthvað sem þeir ættu að bæta þá knattspyrnudeildin í sínu verklagi en það er áralöng hefð fyrir því að meistaraflokksleikmenn knattspyrnudeildar Aftureldingar vinni á Tungubökkum, starfi þar sem einhvers konar þetta er hluti af því að fá leikmenn í flokkinn. Þannig það er áralöng hefð fyrir þessu og nú vilja þeir viðbót eins og mér skilst á þessu blaði sem fylgir þessu máli. Þannig að þetta er hefð og þetta er áralöng saga þannig að það mætti kannski, já, eins og segi, biðja þá að setja þetta inn á blað til að útskýra það betur. En þetta hefur verið svona einhvers konar gulrót fyrir deildina til að lokka eða laða til sín leikmenn og bjóða þá upp á þetta starf í leiðinni. Já, orðið er ennþá laust þessa fundargerð bæjarráðs á 22. febrúar. Nú, kveður sér engin frekar hljóðs og þá er umræðan lokið
og ég ber þá þessa fundargerð upp í heild sinni. Þetta er einstakt mál bara með sér, þess að samþykki hennar er bennar rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur önnur bæjarráðs fundargerð 1. mars 2018. Orðið er laust og það eru konið 2 mánudagsskrá, Haraldur Sverrisson. 1. mars, fundur númer 1344. Þetta er bara að taka til máls, þetta er máli númer 5, úthlutun og skilmálar og lóðir í Fossatungu, í Fossatungu og Kvíslatungu, í Leirvogstungu hverfinu. Vekja athygli á því að hér er að koma til úthlutunar á næstunni 31 lóð við þessi 2 götur. Þetta eru raðhús, parhús og einbýlishús og bæjarráð samþykkti á þessu fundi sínum úthlutunar skilmálana. Þrennt sem við vildi bara vekja athygli á í þessu. Fyrsta lagi það að það er ánægilegt að það séu lóðir til úthlutunar núna hjá bæjarfélaginu. Það er ekkert afskaplega algengt að svo sé, en það er Mosfellsbær, þótt að Mosfellsbær sé það sveitarfélag sem hlutfallslega mest er byggt í af öllum sveitarfélögum á landinu þessar mundir, að þá er byggingaland ekki mikið í eigu sveitarfélagsins sjálfs. Þetta byggingaland kom í eigu sveitarfélagsins gegnum samninga við fjármögnunaraðila, þar sem Íslandsbanka á sínum tíma, fjármögnunaraðila Leirvogstungu hverfisins, og er þá að útvatnast í því að nú eru búið að sinna að gera þarna gatnagerð og lóðurnar eru að koma til úthlutunar. Á sama hátt munu lóðir í 5. áfanga Helgafellskverfis sem að bærinn eignaðist á sambærilegan hátt, þó ekki við sama banka, sem fjármálastofnun. Þar mun þá bærinn geta úthluta lóður þegar þar að kemur þegar þar að kemur. Síðan í öðru lagi langaði mig að vekja athygli á því að þarna er búið að verðleggja þessar lóðir, þannig að með gatnagerðargjöldum og byggingarétti, og það kom fram í bæjarráði, það kom hérna fram líka hér í bæjarstjórn, að við þessa verðleggingu var reynt að horfa til svona þess sem er að gerist og gengur hér í kringum okkur, þar sem er verið að úthluta lóðum og þar sem lóðir eru að ganga kaupum og sölum á almennum markaði. Það var reynt að stilla verði á þessum lóðum í hóf, þó þannig að það var ekki líklegt til þess að þær yrðu eftir markaðsvara. Þannig að verði væri þó ekki það lágt að það væri bara ávinningur per se, sérstakur að eignast lóðina til þess að selja einhverjum öðrum hana, heldur til þess að geta byggt á henni hús. Og í því sambandi var til að mynda horft til þess að verði á þessum lóðum er það bil 20% lægra en verð á sambærilegum lóðum í efri byggðum Kópavogs sem bærinn þar er að úthluta, og þá eins og ég nefndi hérna líka áðan horft til þess markaður haft samband hérna við fasteignasala sem að eru að selja lóður á eftirmarkaði. Þannig að það var verið að reyna að finna það verð sem að væri þá sanngjarnt og ekki til þess að hleypa upp lóðaverði, en heldur ekki til þess að lóðurnar síðan helst ekki gengum kaupum og sölum á eftirmarkaði. Svo ættir að koma í ljós hvernig til hefur tekist, en þetta voru þau sjónarmið sem voru höfð á leiðarljósi við að finna út þessi verð, og farið var hérna yfir í bæjarráði og bæjarráð síðan samþykkti. Í þriðja lagi vildi ég nefna það að úthlutunar fyrirkomulagið er hugsað þannig að ef það er umfram eftirspurn eftir lóðunum, þar að segja að það er loka dagsetning á þeim degi sem á sækja lóð, minnir að það sé samkvæmt þessum úthlutunarskilmálum 5. apríl, ef það eru sem sagt fleiri en einn umsækjandi hverja lóð, eða hver einstaka lóð, þá er beitt svokallað útdráttar fyrirkomulagið, það er dregið út sá sem uppfyllir skilyrðin, hæfi skilyrðin í úthlutunarskilmálunum, hver fær lóðina, og síðan til að vara 2 eða 3 til þess að ef að viðkomandi getur ekki staðið við það að taka við lóðinu. Þannig að þetta á að vera alveg fullkomlega gegnsætt og gert með þessum hætti. Svo getur náttúrulega verið að það verði ekki umfram eftirspurn
og þá náttúrulega þarf ekki að beita þessari aðferð. En síðast þegar að bærinn úthlutaði lóðum með þessum hætti, það var þegar að Krikahverfi, lóðum með Krikahverfi var úthlutað, þá var hér biðröð út úr dyrum, út á torg á þeim degi sem að loka tíminn var að renna út, en ég á nú svo sem kannski ekki úr því núna, en þá voru mjög margar umsóknir hverja lóð og fólk beið spennt eftir því hvort að það fengi lóð. Nú erum við að sjá svona hvernig þetta mun akta sig, en það er allavega leikreglurnar eru skýrar, gott að bærinn er að fara getur úthluta lóðum með þessum hætti núna, og ég held að það er búið að leggja þessa vinnu hvað varðar verðlagninguna og svo úthlutunar fyrirkomulagi, þannig að það eiga allir að vera með þá hreinu hvað málið snýst og það verður gaman að sjá hvernig þessu framvindur. Já, Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, fyrirgefðu, já, það var alveg rétt, já. Það spurði hvort það er sama málið? Sama mál. Já. Já, komum undan. Haraldur talaði svo lengi að ég var búinn að gleyma því. Ég ætla þá að koma hérna upp til að spyrja aðeins út í þetta. Ég tek undir með bæjarstjóra að það er ánægilegt að þessar lóður séu núna til úthlutunar og það er ekki annað en að sjá að þetta sé bara gegnsætt og gott ferli. Mér langar aðeins til að spyrja, það kemur hérna fram að lóðarleigusamningur verður gerður þegar gengið hefur verið frá greiðslu kaupverðs. Og svo aðeins framar, ég man ekki hvað, þetta nú ég að segja hérna, þetta er í lið 1.11, síðan kemur fram í lið 1.6, nú finn ég, já, þá í lið 1.5 þar er talað um kaupverð og gjöld og þar er kaupverð sagt ekki innifela heimaðagjöld veitustofnana, ekki byggingarleyfisgjald, úttektargjöld eða önnur slík gjöld er varða tilteknar lóð og mannvirki reist á henni. Þannig að mín spurning er, það segir að lóðarlegur samningurinn verið gefin út þegar að kaupverði hefur verið greitt, er þá verið að vísa til greiðslu fyrir lóðina eða er verið að tala um það sem er kallað gjöld í kaflanum kaupverð og gjöld. Þannig að mín spurning er eiginlega hvenær ferðu lóðarlega samning og aðalástæðan fyrir ég að spyrja þetta er kannski til þess að af því að það er eitt af því sem kom fram í máli bæjarstjóra og við erum held ég öll sammála og það er að við viljum ekki að þessar lóðir lendi síðan í einhvers konar braski eftir og við viljum að fólk fái svo lóðir sem ætlar að fara að byggja sér heimili. Og þá er ég bara að velta fyrir mér hver er tímapunkturinn akkurat þegar lóðarlegur samningurinn er gerður og þýðir kaupverði þarna inni, kaupverð og gjöld eða þýðir það bara kaupverð? Já, það er þetta Haraldur svarið þessu. Gjörðu svo vel, Haraldur. Eins og þetta skjal er sett upp og ég skil það, að þá er kaupverðið án þessara byggingar leyfisgjalda. Það eru ekki mjög há-gjöld, það eru heimæðagjöld og slíkt er greitt þegar að heimæðin er lögð inn í húsið. Byggingarleyfisgjald er þegar að byggingarleyfið er samþykkt. Þessi gjöld eða kaupverðið er greitt þegar að einum mánuði eða 4 vikum eftir að viðkomandi hefur tekið tilboðinu. Og þá er gefin út lóðarlegur samningur samkvæmt þessum úthlutunarskilmála. Þannig er þessir úthlutunarskilmálar hugsaðir. Hvort sem það er rétt eða röng hugsun, þá er það allavega þannig. En það hefur aldrei held ég tíðkast að lóðarlegur samningur bíði eftir því að byggingarleyfisgjöld eða heimaðargjöld séu greidd. Kaupverðið er samsett af tvennu, annars vegar gatnagerðargjaldi sem er samkvæmt gjaldskrá 32.900 krónur per fermeter og svo byggingaréttargjaldi sem er mismunandi hátt eftir hvers konar húsagerður að ræða, annars vegar rathús, parhús og einbýlishús. Það sé 10.000, 14.000 og 18.000. Þannig að þetta tvennt samastendur á kaupverði lóðarinnar. Og þegar það er greitt, þá er gefin út lóðarlegur samningur. En það getur þá þýtt það að það er hægt að selja fyrir öðrum mann. Það er erfitt að koma í veg fyrir það. Kolbrún, þetta sama mál, mannamál. Er einhver sem vil ræða þetta mál frekar, númer 5?
fundargerð bæjarráðs. Svo ekki þá Kolbrún Þorsteinsson dóttir með orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar að ræða mál númer 6 sem að ber heitið verklagsferli við einelti og áreitni endurskoðað. Það kom hér beiðni fram í kjölfar MeToo umræðunnar að Mosfellsbær bæjarráð óska eftir tillögum og aðgerðum sem Mosfellsbær hygðist taka til og bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í kjölfar umræðunnar í skugga valdsins. Og hér liggur fyrir minnisblað sem var unnið af mannauðsstjóra og það sem kemur fram að stefnan okkar gegn einelti og þeir verkferlar sem til eru, þeir voru endurskoðaðir í kjölfar þessarar beiðni og hér liggja fyrir sem sagt undir 5 liðum þar sem að kynferðisleg og kynbundin áreitni og þessi hugtök séu nægilega skýr og þarna verið að fara yfir það betur og þarna liggja fyrir eru 5 liðir þar sem að eru í kjölfar þess 5 tillögur aðgerðir. Þannig að mér finnst þarna var bara farið yfir okkar mál, yfir þessi stefnu, það sem til var fyrir, skýrari skilgreiningar, nýtt verklag og þess má geta að þetta verður allt saman kynnt fyrir forstöðumönnum á sérstökum fundi og því aðalmáli náttúrulega að þetta skili sér niður til okkar stofnana í sveitarfélaginu. Til þess þetta gert. Það sem að ég myndi líka vilja taka fram og okkur bar saman hér allavega í meirihlutanum að þetta ætti bæði við konur og karla. Og sérstaklega skilgreininguna einelti, þar sem hægt að bæta samskipti á vinnustað og annað slíkt og svo náttúrulega þegar gengið langt í, eða þar að segja þegar áreitni á sér stað, að hvernig hægt sé það að snúa sér í því máli ef einhver verður fyrir því. Þannig að í mínum huga það líka þegar kynferðislegt ofbeldi á sér stað að það á ekki einu svona þurfa að ganga það langt. Mér finnst að kynferðisleg áreitni, það eitthvað sem að einhverjum líkar ekki að þessi stigið inn fyrir ákveðið mörk, að þá má ég láta vita því. En auðvitað kynferðislegt ofbeldi síðan orðið mun alvarlegur hlutur. Þannig að ég hérna bara mjög sátt við þessar tillögur sem hérna komið fram og þannig að hér erum við að bæta verklagsreglur okkar, það verður uppferðar í gæðakerfi, haldinn sérstakur forstöðumannafundur og tillaga erindi inn á sama forstöðumannafund karlmenn í breyttum heimi, fjallar feminisma, samskipti fólks og hvað má ekki. En þar mun Magnús Orri Schram flytja erindi en hann stjórnarmaður í UN Women. Þetta mjög gaman að fá að heyra þetta erindi. Þannig að, já, og þessum sama fundi verður lögð fram drögastefnu Mosfellsbæjar einelti, áreitni, kynferðislega áreitni og sem og kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni. Þannig að ég vil bara lýsa ánægju minni með þessar tillögur og við fáum mögulegst að heyra meira af því þegar þessi forstöðumannafundur verður búinn og hvernig þetta skila sér síðan á stofnunirnar eða niður til starfsfólks bæjarins og síðan kom það reyndar hér fram líka tillaga það að það verði, við fáum síðan að heyra það eftir kannski árið hvort það hafi komið fram margar tilkynningar en það undir hatti mannauðsstjóra að taka það saman þegar að gerðir árleg skýrsla mannauðsstjóra og við hér í bæjarráð fær hann í hendur. En annað var það ekki, forseti. Sigrún, þú næst á mældarskrá, gjörðu svo vel. Þetta sama mál eða ekki? Já, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ég kem hér fram undir hvað? Máli númer 6. Númer 6, já. Stefna Mosfellsbæjar forvarnir gegn einelti, áreitni og vanlíðan á vinnustað. Já, ágæti forseti, ég mér langar bara að fagna því að búið að breyta orðalagi og bæta köflum í eineltistefnu Mosfellsbæjar. Ég held að það hafi nú ekki beinlínis svo sem verið að það sé beinlínis verið að breyta verklagi, heldur
að bæta inn skilgreiningum eins og kynferðislegu áreiti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreiti og svo framvegis. En það sem mig langaði líka að minnast á er að það er gífurlega mikilvægt að við hér höfum góða yfirsýn yfir þennan málaflokk í sveitarfélaginu. Og þess vegna ákváðum við líka á þessum fundi bæjarráðs að fá árlega samantekt á þeim málum sem uppkoma á vinnustöðum hjá Mosfellsbæ og falla undir þessar skilgreiningar. Og að því að maður heyrir oft umræðu sérstaklega einelti í skólunum og auðvitað kemur alltaf hefur náttúrulega umræðan verið mikil kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi og svo framvegis í samfélaginu út af MeToo, í tengslu við MeToo-hreyfinguna, sem að spratt upp úr þeim jarðvegi að fólk hér á Íslandi fór að hafa háttum, og ekki bara á Íslandi, heldur víða veröld, fór að hafa háttum þessa meinsemd sem að herjað hefur á samfélag heimsins langa hríð og sem tilraun einfaldlega til þess að segja skilið við þá arfleifð. Og það er mjög mikilvægt að við bæjarfulltrúar séum okkur mjög meðvituð hvernig staða þessara mála í Mosfellsbæ og þess vegna er mjög mikilvægt að við fáum árlega samantekt á því frá mannauðsstjóra hvernig staðan er í þessi málum hérna í Mosfellsbæ. Og ég vona bara að við fáum slíka samantekt sem fyrst vegna þess að þetta er bara mjög brýnn málaflokkur. Já, það er Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem hérna upp undir sama máli og ég ætla bara að leyfa mér að rifja upp hérna að á bæjarráðsfundi nú sé ég ekki dagsetninguna. 1. mars eða? Nei, ég sem sagt þetta málið tekið til umræðu á bæjarráðsfundi núna eftir mann fyrir áramót, desember eftir mann minni mig og og þá eins og við örugglega munum öll að það hafi verið náttúrulega mikil umræða málefni af þessum toga í ljósi þessara MeToo og í skugga valdsins umræðu því það voru stjórnmálakonur sem að komu fyrst fram með þær sögur undir myllumerkjunni í skugga valdsins og þessi umræða öll hún færði upp á yfirborðið það ofbeldi sem felst í kynbundinni og kynferðislegri áreitni og mismunun og þessi og þetta ofbeldi hefur fengið að grassera í öllum lögum samfélagsins. Við á þessu fundi þá kom náttúrulega í ljós eins og ég svo sem vissi alveg fyrirfram að það var stuðningur allra að fara í þessa vegferð hér í bænum vegna þess að þetta er ekki flokkspólitískt mál. Heldur þetta mál bara sem þetta mál snertir ekki bara konur, heldur okkur öll. Samfélagið okkur, við búum í kynjuðu samfélagi. Og við erum öll fædd inn í eitthvað svona ákveðið kynjakerfi eða svona valdastrúktúr í samfélaginu en við sjáum þennan valdastrúktúr kannski aðeins með mismunandi augum en svona er þetta það er einhvern veginn þannig að jafnvel fyrir fæðingu þá farið að máta okkur inn í viss fyrirfram skilgreind hlutverk í samfélaginu og búið að setja okkur í ákveðin hlutverk og afleiðingarnar af þessu öllu er að það eru karlarnir sem fara með völdin og peningana og stjórn samfélagsins í raun og veru að minnsta kosti mun meiri mæli konur og störf sem tengjast verkefnum sem konur unnu áður launalaust eru minna metin en önnur störf nútidags og svo framvegis og þið þekkið þetta allt saman. Ég þarf ekkert að fara neitt sérstaklega í þetta
En það nefnilega ekki bara konur sem að verða fyrir kannski, má segja, barðuna á þessu fyrirkomulagi, sko, sem að við köllum feðraveldið. Þetta kemur niður á köllum líka. Og þetta system okkar, það til dæmis hefur valdið því að karlar fá minni tíma með börnum sínum í uppvöxtunum heldur en konur. Og karlar eiga síður trúna barna sinna, reynsla sýnir líka að karlar huga ekki jafnvel að heilsu sinni og lifnaðarháttum og konur, vegna þess að konurnar hafi verið í umönnun og hlutverkinu en karlarnir í skaffara hlutverkinu. Og svo það bara þessi alvarlegasta birtingarmynd þessa kynjakerfis, það kynbundið ofbeldi og það bara svo löngu komið tími til að við tökum á þessu og ekki aðalega bara fyrir okkur, heldur ekki síst fyrir börnin okkar og barnabörnin og framtíðina, vegna þess að við verðum að breyta þessu samskiptamönstri í milli kynjana og ég ætla nú ekki að segja samt svona mikið, ég bara því miður þá datt ég í það, en við fengum inn á bæjarráðsfundinn þessar viðbætur við stefnuna sem eru mjög góðar og verður bara mjög spennandi að fylgjast með innleiðingun á þeim og hvað varðar sko tillögurnar sem kom fram á bæjarráðsfundinum sem að við tókum inn í bókunum okkar tölfræðilegar upplýsingar. Ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé fylgst með tölfræðina í þessu alveg eins og við fylgjumst með tölfræði til dæmis tilkynningar vanrækslu barna. Þetta allt hluta af því að fylgjast með hvað gerast í samfélaginu og til þess að geta tekið áhlutum þá þurfum við að vita að það gerist og svo það held ég líka sko hitt ef það eru enga tilkynningar þá það líka kannski eitthvað sem ætti að klingja bjöllum vegna þess að okkar samfélag ekkert öðruvísi en annað samfélag eða önnur samfélag annars staðar. Það að eitt grunnpunktur í þessu að fólk verður að þora að segja frá. Það algjört grundvallaratriði að þegar að fólk upplifir svona kynferðislega eða kynbundna áreitni þá verður traustið að vera þannig að fólk þori að fara inn í þessa verkferla og segja frá því sem það upplifir. En já, ég ætla bara að ljúka með að segja ég bara alsæl með þetta og komið þetta langt og fagna því og auðvitað var full samstæða þetta eins og ég vissi allan tíman. Já, Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, ég bara þakka Önnu Sigríði Guðnadóttir, bæjarfulltrúa, fyrir að einmitt tala svona lengi þetta því hún sagði nú kannski hluta því sem ég ætlaði líka að segja. Og það alveg þannig að þetta mál hefur auðvitað notið bara samstöðu og stuðningsir allra bæjarfulltrúa og mikilvægt í alla staði. Og ég tek líka undir það auðvitað mikilvægt að fylgjast með tölfræðina á bak við þetta og einmitt það sem bæjarfulltrúan kom inn á áðan, ef það væru engar slíkar tilkynningar. Þá held ég að við þurfum líka að vakna upp og velta fyrir okkur, þá kannski líka eitthvað. Það auðvitað eðlilegt í samfélagi að það getur komið upp árekstur á milli fólk og auðvitað höfum við ákveðnar væntingar það að það sem lítur að kynferðislega áreitni og ofbeldi að við séum svona svolítið að setja stríð á þá ómenningu sem átt hefur sér stað. En þetta ferli sem hér ræður og mér langar nú að nota tækifæri og hrósa mannauðsstjóra fyrir að taka vel í okkar bón að setja þetta inn og mér finnst þetta mjög faglega og vel gert. Nú segir það í þessu saman. Og en ferli snýst auðvitað fyrst og fremst það að hafa úrlausnarmáli, þannig að það sé hægt að tilkynna þau og það getur farið í réttan farveg. Og það það sem þetta mál snýr að. Og þá á það alveg jafn við önnur aðra tegund áreitnis eða eineltis eða vanlíðan á vinnustað og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þessi teki á því. En mér langar líka að nefna hér mál númer 2 í fundargerðinni, með leyfi forseta. Já, það reyndar það reyndar mælendaskrá bæði Kolbrún og Sigrún búin að biðja undir þessu máli. En nú rétt að
ljúka því held ég. Ok, þannig að ég fæ þá bara að koma hér upp Já, aftur og eftir já, og ræða já, mál nummer 2 í sjálfsögðu, fundargerðinni. Það er sem sagt Kolbrún er næsta mælendaskrá og síðan Sigrún þetta mál. Við skulum klára þetta mál og síðan verður opnað fyrir önnur mál þessari fundargerð. Já, takk forseti. Mér langar aðeins að hnykkja á einu sem að kom fram hér áðan í máli bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar. Eins og við erum nú öll ánægð með þetta og ég tek heils hugar undir það að við stöndum öll á bak við þetta og þetta er allt til þess gert til að bæta okkar samfélag. Við vitum all söguna, við vitum hvernig þetta var og það þarf byltingu til, það var gott, þetta var góð bylting og hún er líka körlum í hag, sannarlega. Og þannig að þetta snýst ekki allt bara konur og þannig að þetta við vonandi bara græðir allt samfélagið á þessu. En það sem við langar helst til að tala um er bara svona aðeins að benda á, af því að ég svona aðeins hnautum það, að þarna var nefnt sko einelti í skólanum. Einelti í grunnskólanum held ég að sé ekki, það er að segja samskiptavandi barna í grunnskólanum okkar, held ég að sé ekki það sem að við á hér, eða átt við hér. Ég held að það hér eigi bara við einelti og vond samskipti fullorðinna einstaklinga inn á vinnustöðum bæjarins og hér í bæ, en varðandi hér á við starfsfólkið, en ég held að við höfum aðrar leiðir til að kenna börnum góð samskipti og ég held að það sé ekki í gegnum þennan kanal. Ég vildi bara benda það. Já, Sigrún, þú ert með orðið um þetta mál. Gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Já, varðandi, mér langaði að byrja undir þessu sama máli. Það langaði mig óskætti því að þetta yrði sent bæði til fræðslunefndar og fjölskyldunefndar. Ég tel nefnilega að þó að þessar reglur kannski eigi bara við Mosfellsbæ sem vinnustað, þá sé líka bara mjög mikilvægt að við bæjarfulltrúar fáum gott yfirlit yfir þau mál sem eru í skólanum líka. Ég sé það, ég fór að skoða þetta á vefjum skólana og það er mjög vel gert grein fyrir svona eineltismálum á vef Lágafellsskóla, en ég fann ekkert á engar svona tölulegar upplýsingar á vef Varmárskóla. Þannig að sko svona aðgengja þessum upplýsingum það þarf að vera gott og þetta þarf að koma inn á okkar borð. Ég spurði fulltrúa íbúahreyfingarinnar í fræðslunefnd það hvort að þessi eineltismál kæmi einhvern tímann inn á borð hjá fræðslunefnd og hún myndist þess ekki. Og þið bara leiðréttið það ef að það er ekki rétt, en ég tel að við þurfum að vera mjög vakandi gagnvart þessu vegna þess að þetta er ein af stórum meinsemdunum í skólastarfi. Það eru eineltismálin og þar eru svona kannanir sem gerðar hafa verið hérna í Mosfellsbæ, þær gefa ekki góða mynd. Þannig að þetta er svona eitt af þessum málum sem að við þurfum bara einfaldlega að taka í gjörgæslu. Það eru þessi eineltismál. Og líka sem sagt í skólanum og þess vegna legg ég til af því að svona skráning mála fer fram í fjölskyldunefnd, heimilisofbeldismála, barnaverndarmála og svona ýmissa mála fer fram í fjölskyldunefnd. Þess vegna held ég að það væri bara mjög gagnlegt að senda máli líka til fjölskyldunefndar og síðan til fræðslunefndar sem er að fást við þessi eða sem sagt á að huga þessi málum í sínum störfum. Já, Haraldur, þú varst að biðja orðið um þetta sama mál. Ég ætla að hafa tjámið þetta mál, ég ætla svo sem ekkert að gera það, það er búið að gera það ágætlega hérna, en fyrst ég er staðið hér upp þá vil ég þá líka nota tækifærið og lýsa ánægju minni með meðferð þess eins og það var gert. Tek undir það að mannauðsstjóri
gerði þetta mjög vel, greindi málið mjög vel, setti upp mjög skýrt verklag það hvernig við ætlum að bregðast við þessu tiltekna máli, þessari umræðu MeToo í skugga valsins sem hér til umræðu og fagna því að þetta sé komið þetta ferli. Hvað var það síðan það sem hér var við að segja hérna áðan, þá ég nú bara viðurkenna það, ég nú bara ekki því sammála. Það er alveg sjálfsagt að vísa þessu tiltekna erindi eins og það liggur fyrir það sem það fjallar til fræðslunefndar og fjölskyldunefndar. Og þá ætti hugsanlega bara að vísa því til fleiri nefnda, allar nefnda vegna þess að það er held ég ágætt að allar nefndir séu formlega upplýstar það að þessir verkferlar hvað varðar starfsfólk Mosfellsbæjar, ég endurtek starfsfólk Mosfellsbæjar og starfsmenn séu skýrir. Umræðum einelti skóla allt önnur umræða sem má ekki tengja saman með þetta að mínu mati það bara gildir allt önnur aðferðafræði og það þarf að beita allt öðrum aðferðum við að takast á við slík mál heldur en þessi kynferðislega áreitni sem hér verið á kynferðislegt ofbeldi sem hér verið að fjalla. Og ég bið fólk bara að blanda þessu tvennu ekki saman. Og mér finnst það bara algjörlega ekki hægt. Það eru sérstakar áætlanir í skólunum, það eru sérstök aðferðafræði í skólunum sem notuð til þess að takast á við þau verkefni. Þetta eru mjög viðkvæm mál og ég legg ekki heldur til að það sé safnað einhvern sérstökum eineltisögum í skólum samskipti barna og unglinga. Það er ekki heldur til þess að takast á eða bregðast við eða ná utanum slík mál sem við öll viljum að sé ekki til staðar. Það þarf að beita þeim aðferðum sem viðurkenndar eru í þeim fræðiheimi sem að utan skólan til þess að halda utan það. En sjálfsagt að í mínum mati þá myndi ég bara vilja að þetta eru sett til allar nefnda til upplýsinga. Það er að segja að þetta tilteknu verklagsreglur kynferðislegt áreiti og kynbundið áreiti og ofbeldi. En einelti og samskipti barna og unglinga í skólum allt annað mál. Já, nú hafa 2 bæjarfulltrúar beðið orðið í 3. skiptið. Reyndar annar þeirra tillögu flytjandi því að ég lít svo á að hér liggi fyrir tillaga, munnlega tillaga frá Sigrúnu Pálsdóttur að senda þessa málið til kynningar í fræðslunefnd og fjölskyldunefnd. Síðan kom hér bæjarstjóri og lagði til að þetta yrði sendt til allra nefnda ef ég skil það rétt. Þannig að ég held að sé rétt að við ræðum tillöguna, ef menn vilja ræða þá tillöguna áður en við afgreiðum hana, hvernig sem við gerum það, því það eru nú 2 tillögur og nú gengum lengra. Þannig að ég held að sé ágætt að við förum þá að ræða þá tillögu, ef menn vilja það og hvora tillögunum menn kjósa og síðan verðum við þá að greiða atkvæði að komast að niðurstöðum það. Fyrirgefðu, forseti. Já. Önnur tillagan gengur lengra en hinn. Er hún þá ekki borin upp fyrst? Hún er borin upp fyrst, en ég vil gefa fólki kost á að tjá sig þessa tillögur. Það var Sigrún og síðan var Hafsteinn Pálsson búinn að... Er ég þá komin í banna? Það er þetta, Banni á bókasöfnum eða? Banni á bókasöfnum. Má ég fjalla tillögurnar? Jú, þá má fjalla tillögurnar eins og aðrir hér sem komu upp. Eða tillögurnar fyrir ekki. Þá var ég á endan henni en alltaf. Já, Haraldur var náttúrulega að svara þessari tillögu minni í sinni ræðu og mig langar bara að benda á í þessu sambandi að þessar reglur það náttúrulega fjalla ekki bara kynbundið ofbeldi og áreiti og svo framvegis, heldur fjallað einelti, áreitni og vanlíðan á vinnustað og ég held að það sé mjög skaðlegt ef að við ætlum að fara að afgreina þetta frá hvort öðru. Það einelti í skólum, það náttúrulega bara ein birtingarmynd af þessu vandamáli. Eins og ég sagði áðan fyrir ekki Sigrún að ræða þá núna tillöguna 2, ekki málum. Já, ég að reyna að útskýra af hverju ég ber upp þessa tillögu. Ég að reyna að koma því til skila hérna af hverju ég tel
að það sé ekki ástæða til að hafna þessari tillögu á þeirri forsendu að þetta eigi ekki við, að það eigi að setja einelti í skólum í einhvern sérstakann kassa og einelti á vinnustöðum í Mosfellsbæ í annan kassa. Ég er ekki sammála því og þess vegna tala ég fyrir þessari tillögu. Mér finnst þetta bara mjög góð tillaga sem að Haraldur setti fram að senda þetta í alla nefndir. Mér finnst það alveg bara sjálfsagt mál og til kynningar í nefndunum. Það var í rauninni bara inntakið í þeirri tillögu sem að ég flutti hérna á. Sigrún, geti þá litið þá aðeins á þá þú sett fylgjandi tillögu Haraldar? Ég er fylgjandi Og dregur þá þína tillögu tilbaka þá? Já, við skulum bara hafa það þannig. Það er bara eins og mjög stór eðlismunur á þessum tillögum, annars hvað sé eðlið þeirra. Tilgangi þess að senda þetta til nefndana. Já, við sjáum það hvernig að getur verið, þróast en það eru tveir búin að biðja um orðið og við skulum halda okkur við þessa tillögur, eina eða tvær, annars verður svo Sigrún hins vegar bæjarstjóra, hvernig við ljúkum því máli. Kolbrún, þér er heimilt að ræða það og síðan Hafsteinn Pálsson. Í ljósi þess að bara einn til að Já. þá er ég... Það er með ólíkindum hvað hægt er að gera. Þannig að við skulum hafa hljóð hérna í fundarsalnum, Kolbrún hefur orðið. Já, ég tek undir það er með ólíkindum. Forseti, mér langar bara að taka undir tillögu bæjarstjóra varðandi það að þetta verði sendt í alla nefndir og svo vil ég gera það mínum lokaorðum og ég hef svo mikla trú á góðu uppeldi og fallegri kennslu þannig að ég styð tillögu bæjarstjóra. Hafsteinn. Þar sem það er bara einn til að eftir á borðinu þá er ástæðalist að ég taki til máls. Já, bæjarstjóri hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, nú er ég heppinn að vera bæjarstjóri, hann á að tala eins og oft svo hann vill. Vantar hann vald sitt. En það er nú ekki út af því sem ég er að tala. Ég vildi bara árétta það að hér er verið að fjalla um verklagsreglur sem varða einelti, áreitni og kynferðisofbeldi á vinnustað. Það er að segja meðal starfsmanna bæjarins. Þessar reglur eiga við starfsfólk bæjarins. Þá 650-700 starfsmenn sem eru að vinna hjá bænum. Ekki tæplega 500 leikskólabörn og 1700 nemendur í grunnskólum. Og við verðum að skilja hérna á milli. Það eru bara allt annað sjónarmið, allt annað viðmið og allt annað aðferðir. Þannig að þessar reglur eru hluti af mannauðsstefnu bæjarins sem snýr að þeim starfsmönnum sem vinna hjá bænum. Og á þeim grundvelli lagði ég til að þetta staðan fyrir að vísa þessu tveggja nefnda því ég skildi tillöguna að það verði til þess að fara að fjalla um einelti í barna og unglinga, hvort sem það er leikskólum eða grunnskólum, að vísa þessu til Ekki fram í koll. Ekki fram í koll á fundinum. Það eru kennarar. Ekki fram í koll á Og fundinum. starfsmenn skólans. Biðjum um orðið, gjörðu svo vel. eins og ég sagði, forseti, þá á þetta við starfsmenn Mosfellsbæjar, kennarar og leikskólakennarar eru hlutastarf sem eru Mosfellsbæjar reynar stærstu hluti þeirra. En það á við starfsmennina og þess vegna verður fjallað þetta á forstöðumannafundi bæjarins sem stjórnendur þessara stofnana koma saman og þeir kynna þetta sínum starfsmönnum. Þetta á við starfsfólk bæjarins, ekki börn og unglinga. Og þeim forsendum finnst mér rétt að þetta sé sent til allra nefnda. Já, ég held að við komumst nú ekki mikið lengra með þessa umræðu og það er einn tillaga sem liggur fyrir því að sem er tillaga Haraldar Sverrissonar það að þetta verði sett til kynningar í öllum nefndum bæjarins. Er það ekki skilið? Er það samstæðu það? Viljið þið greiða atkvæði þetta eða er samstæðu það? Greiða atkvæði, þess að samþykkja það er samþykkt með 9 atkvæðum. Tillaga Haraldar Sverrissonar verður fært hér til bókar. Það var þetta mál. Ekki frekar til umræðu, það eru 2 mál, það sé afgreitt, en við höfum náttúrulega afgreitt fundargerðin í heild og orðið er þá laus. Ég var að mæla þetta skamast. Já, það er alveg rétt, þú varst með annar mál þarna og svo segir hún, en Bryndís var svo undan, gerðu svo vel við lýst. Það eru 4 mál sem er í boði. Já, herra forseti, það er sem sagt í liður númer 2 í fundargerðinni sem er langað að taka til mál sem ber heitið Ósk velferðarráðuneytisins að Mosfellsbær taki á móti flóttamönnum. Og með leyfi forseta þá bókuðum við í bæjarráð að við samþykktum sem sagt að bæjarstjóra verði heimilað að undirrita samning Mosfellsbæjar við velferðarráðuneytið við móttöku 10 einstaklinga, flóttafólks frá Úganda í samræmi við framlög gögn. Jafnframt var samþykkt að bæjarráð tilnefndi 2 fulltrúa bæjarfélagsins í samráðshóp vegna móttöku flóttafólksins.
og fulltrúa bæjarins verði framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og verkefnastjóri vegna móttöku flóttafólks. Staðgengill framkvæmdastjóra verða deildarstjóri barnaverndar og ráðgjafadeildar. Tilvitnun lýkur. Við fengum á fund okkar í bæjarráð fulltrúa frá fjölskyldusviði sem fóru með okkur yfir þetta mál sem hefur auðvitað verið oft til umfjöllunar. Þetta er líka annað mál sem hefur verið mikil samstaða hér í bæjarstjórn og einhugur það að bregðast við þessari ósk frá velferðarráðuneytinu og að Mosfellsbær muni taka á móti flóttamönnum. Og það er mjög ánægjulegt að við séum komin í þá stöðu núna að við bara innan skamms munum við taka á móti þeim og húsnæði við það að verða tilbúið og þannig að allir svona þessir innviðir ætti að vera til staðar. Mér þykir líka að starfsmenn sviðsins hafa unnið vel að þessu verkefni. Það er upplýsandi minnisblöð þarna undir og þetta búið að vinna mikið með verklagi innan ráðuneytisins móttöku og við göngum inn í það ferli. Það er auðvitað mikil þekking sem liggur til staðar nú þegar hér á landi móttöku flóttafólks og ég treysti því að hún muni skila sér til starfsmanna okkar sem munu vinna við þetta. Það kom þetta líka fram í máli embættismannanna að það væri ráðgerður svona opinn fundur, íbúafundur fyrir þá sem myndu vilja fá frekari upplýsingar hvernig þessu verður háttað. Það nú þegar búið að halda fund á vegum Rauða krossins þá sem hyggjast eða eru tilbúin að taka að sér að vera svona stuðningsfjölskyldur. Þannig að mér langar nú bara að nota tækifæri hér og fagna þessu framtaki og því að þetta hvað ég var að segja, nota orðið bresta á og ég vona svo innilega að þetta gangi vel í okkar fallega sveitarfélagi og þessu fólki sem er búið að svona upplifa ýmislegt á sínu æviskeiði að því muni líða jafn vel hér í Mosfellsbæ eins og íbúum líður nú almennt í þessu sveitarfélagi og við bjóðum þau auðvitað hjartanlega velkomin. Já. Sigrún, þetta mál 2, ekki satt. Gjör svo vel, Sigrún. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir máli númer 2, móttaka flóttamanna í Mosfellsbæ. Það hefur verið svolítið á reiki með húsnæði fyrir flóttafólk. Mér kunnugt að það eru allavega tryggar 2 íbúðir, annars vegar fyrir 5 manna fjölskyldu og hins vegar fyrir 2 manna fjölskyldu og mér langar bara að forvitnast hvort að eitthvað hefur gengið að finna húsnæði fyrir hina. Já, bæjarstjóri, svara því, gjör svo vel. Forseti, því til að svara að það komin ein íbúð í viðbót. Bæjarstjóri gekk frá samkomulagi við framkvæmdastjóra Heimavalla síðastliðinn föstudag 4 herbergja íbúð til viðbótar í Helgafelli. Þannig að það eru 2 slíkar komnar og svo er þessi félagslega íbúð sem við eigum. En við viljum helst samt allavega losna við að nota hana í þetta tiltekna verkefni. Það gæti verið þurft að gera það til einhvers skamms tíma. Þannig að það hefur ein bæst við síðan að þetta var ekki bæjarráði. Já. Nú fleiri vilja ekki ræða þetta mál en Hafsteinn Pálsson, þú varst búinn að biðja orðið Fyrsta mál. Mál nr. 1, Helgafeldsskóli, nýframkvæmd. Gjör svo vel. Forseti, fagna því að það er að bjóða út framkvæmdir varðandi lóðarfráganginn og nefna það bara að það var ánægjulegt að taka þátt í fundi í gærkvöldi þar sem að kom í ljós hvað íbúar í Helgafeldslandinu eru áhugasamir að skólinn er að verða veruleika og kemur til með að opna áramótin og þetta var bara góður og málefnalegur fundur. Þetta var mál nr. 1. Vilja menn ræða eitthvað frekar þessa fundagerð? Það er nú ekki mikið eftir á málum. Ef svo er ekki, þá er umræðan lokið þessa ágætu fundagerð og þeim sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér eru bennir rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá að koma einstökum nefndum. Það eru 4 fundagerðir í þeim flokki þetta sinni. Fyrst er að fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar. Hélt fund 20. febrúar síðastliðinn. Fundur nr. 265. Orðið er laust. Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar nr. 265.
Það kveður sér engin hljóð sem þessa fundagerð. Þá er umræðan lokið og þeir sem staðfesta hana eins og einstök má vera með sér utan í réttu hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fræðslunefnd. Hún hélt fund 28. febrúar, hann var nummer 347, orðið laust. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjör svo vel. Já, forseti, mig langar að ræða mál númer 3. Það sem stendur ytra mat leikskóla. En við hefum verið heppin hér í Mosfellsbæ með það að við hefum sótt sem sagt að skólarnar okkar séu teknar út af ráðuneytinu og það þarf að sækja það sérstaklega. Við erum ekki, það er engin skóli valinn þannig en við erum bara, það er sótt og síðan er þeir heppnir sem að fá úttektina og við höfum, ég held að þetta sé 3. skólan okkar í leiðréttinni ef ég fer ekki með rétt sem að það er úttekt nú á skömmum tíma. Og þarna er einn af okkar leikskólum sem hefur verið tekin út og að ytra mati og þarna kannski að nefna það strax að þetta var nú lagt fram til upplýsingar fyrir okkur á fundinum. Það var langt liðið á fundin þannig að það var ákveðið að við myndum ræða þetta tiltekna mál aftur með lista aðgerðaráætlun af því að í svona ytra mati er áallt einhver athugun eða einhver listi sem þarf að það sem að má gera betur og þarna eru alls konar tillögur til úrbóta og þannig að þessi tiltekni leikskóli hefur tækifæri til að bæta úr. Þannig að ég vildi bara nefna það að ég held það sé á að bara næsta fræðslunefndarfundi þá fáum við vonandi, ef það næst, þá fáum við aðgerðaráætlunina og þá fer þetta til frekar umræðu þær aðgerðir sem það þarf að fara í þær úrbóta áætlanir sem að vera setta fram. En það er bara það sem ég vildi nefna, forseti. Já. Bryndís Haraldsdóttir þetta sama mál? Ekki þetta mál. Ekki þetta mál, það er reyndar aðrir. Anna Sigríður þetta mál? Nei, annar mál. Sigríður Pálsdóttir, vilt þú ræða ytra mat leikskóla? Nei, það var Nei, það er allir. Jæja, þá byrjum við bara Á Bryndís. taka 2 hérna, Bryndís, þú ert efst á blaði hér. Já, virðulegur forseti, ég ætla að taka til máls undir lið númer 1 sem er skóladagatur leikskóla og það er nú reyndar mál sem ég hef svo sem áður rætt á þessum vettvangi og hérna í bæjarstjórn og það eru ágætir starfsdagar sem að ég veit og finnst mjög eðlilegt að eru hluti af kjarasamningum leikskólakennara og ég hef fullan skilning á því að það þarf að skipuleggja starf leikskóla eins og annarra stofnuna og til þess þarf rými þar sem starfsmenn geta komið saman og ráðið ráðum sínum. Mér þykir þó ekki nógu gott þegar það bitnar á þjónustunni sem verið er að veita barnafjölskyldum í sveitarfélaginu. Og það er bara þannig fyrir fólk með ung börn á leikskóla að það eru ákveðnir hluti daga sem að þarf að taka í sumarleyfi. Það eru ákveðin fjöldi daga sem að fólk á í veikindarétt barna samkvæmt kjarasamningi. Þegar svo ofan á þetta bæta starfsdagar þá er það bara þannig að venjulegt fólk hefur ekki rými hjá vinnuveitandanum til að bregðast við þessu öllu. Þannig að auðvitað er gott að eiga góða að og ömmur og afar oft mikilvægir í þessu og foreldrar skipta þessu með sér og þess að það. En mig langar bara að við svona til framtíðar, við gerðum þetta á einhverjum tímapunkti að þá drógum við aðeins úr þessu þegar við höfðum til þessi rými. Þetta þýðir það þarf að borga starfsfólki yfirvinnu fyrir að vinna þessa vinnu á öðrum tíma utan hefðbundins dagvinnutíma. En mig langar svona bara eins og ég hef stundum áður nefnt að við skoðum það og bara hafa það alltaf í huga að eins og leikskólinn er mikilvægt skólastig og mikilvægt fagstarf sem þar er unni, að þá er þetta líka mikilvægt þjónusta fyrir barnafjölskyldur í bænum. Og það að geta treyst á örugga og góða þjónustu þá daga sem foreldrarnir þurfa að vera í vinnu er bara mjög mikilvægt. Og mér langar bara að brýna okkur áfram í því að gera enn betur í því að veita þjónustu. Ég veit að við erum að veita mjög góða þjónustu í leikskólanum. Ég ætla bara að brýna okkur í því að það er alltaf hægt að gera betur
og þetta með starfsdagana og ég nota tækifæri því að þetta eru að horfa á leikskóladagatali og sé að þarna eru 4 starfsdagar allavega og veit ég að það er svo sem námskeiðsdagur og það er mjög eðlilegt, ég hef ákveðin skilning á því en það væri kannski hægt að draga úr þessu með einhverjum hætti. Svona til framtíðar litið til að auka enn frekar gæði þeirra þjónustu sem að verið að veita barnafjölskyldum með leikskólanum okkar. Já. Anna Sigríður, þú vilt ræða mál nummer 1? Nei, ég ætla að fá byrju í svona dagatónum og hvað sem það. Skóla, já. Nei, ég ætla Er það mál nummer 1 þá er ég til? Ég er ekki með, Sko, Sigrún, þú varst búin að biðja orðið, er það mál nummer 1? númer 1. Já, þá var það hérna. reyndar annar mál. Já, við skulum taka bara 1 mál í einu, það er að segja að þá kemur Sigrún núna og síðan kemur Kolbrún þetta mál og síðan annars eitthvað annar mál. Já, ágæti forseti. Ég fekk ábendingu varðandi skóladagatalið eftir fræðslufundinu daginn og það er þannig að á mörgum stöðum fá börn frí eftir hádegi á öskudag. Það er alltaf eitthvað mikið að vera í skólanum varðandi öskudaginn, leikskólana sem sagt varðandi öskudaginn og síðan fá krakkarnir frí til að fara að sníkja námi. Og og það er mjög óvinsælt að það skuli ekki vera boðið upp á þetta í Mosfellsbæ hjá börnunum. Það er gert. Ekki leikskólanum, grunnskólanum. Já. Og það er bara sem sagt, ég var beðin að koma þess á framfæri hérna að börnin fá ekki frí eftir hádegi. í leikskóla? Já, alltaf þess ekki 5 ára eða. Er ekki frjálst að mennta? Frjálst að mennta. Já, tala ok. pontu, já. Skulum sjá. Heyrðu, já, Sigrún, heyrðu, málið þá ekki er þetta mál misskilningu, fyrst afsökunar á því. En sem sagt, ég verið að leggja til í fræðslunefndinni að skóladagatölin séu þýdd yfir á fleiri tungumál en íslensku og sett á vefinn. Og af því að 40% af öllum, eða meira, af öllum erlendum ríkisborgurum á Íslandi eru Pólverjar, þá fyndist mér skynsamlegt. Reyndar ætti það að fara eftir því hvert hlutfalli er hér í Mosfellsbæ, en allavega á ensku og jafnvel pólsku, að hatt síðan nálgast skóladagatali á vef bæjarins, eða vef skólana á öðrum tungumál. Já, Kolbrún, skóladagatal leikskóla. Gjör svo vel. Það er mál nummer 1. Það er mál nummer 1, já. Já, fórseti mál nummer 1 varðandi skóladagatölin. Ég ætla að byrja því að lýsa ánægju minni því hvað við erum orðin svo óbúslega áhugasöm skóladagatöl. Það er ekkert langt síðan. Við mættu að vera það. Nei, ég er að tala svona almenningur af því að það er ekkert langt síðan að þetta kom fólki alltaf mikið ávart, bara er vetrarfrí í þessari viku og enginn bara, ég er búin að gera inn ráðstafanir. Núna bara strax 1. ágúst er fólk búið að skoða dagatölin og nú hengta fólk með að segja 3 ár fram í tíman skoða dagatöl. Þannig að ég segi bara, mér finnst ég þetta minnum á svona Danina sem ég þekki, við duglegir að skipuleggja sig, þannig við erum að komast þangað, það er ánægilegt. En ég tek undir það sem kom hér frá fulltrúa íbúahreyfingarinnar varðandi þýðinguna, en ég vil líka nefna að skólastjóri Varmárskóla yngri deildar sat þennan fund og þar, eða hvað, sat þennan fund? Var ekki leikskólanum? Nei, Jóhanna var. Nei, þetta var ekki á síðasta fundi, Sigrún, varðandi þýðinguna skóladaga. Það hefur verið grunnskóladagatölin. Já, það voru grunnskóladagatölin. En allavega þá Það ætti svo sem að gera það með þetta. Já, allt góð. Varðandi þýðinguna, allavega, að þá nefndi hún, það var semst að fara síðasta skóla, fundi varðandi grunnskólana, þá var nefnt að það sé sérstaklega, þetta sé tekið, foreldrar af erlendu foreldrar eru sérstaklega boðar að funda og það farið yfir alla þessi hluti. Þannig að þeir eiga ekki koma þeim neitt á óvart varðandi þá daga og þá frídaga og þar uppákomur sem eru yfir árið, en auðvitað er það alveg sjálfsagt að skoða það hvort það sé ekki möguleika á að tíða og sjá hvaða fjöldi er í skólanum okkar, hverjir eru fjölmennastir, hvaða fjölmennasti hópur og hvort það sé hægt að fara í það að þýða skóladagatölin. En varðandi starfsdagana, þeir eru náttúrulega alltaf umdeildir og
og ég vil nú bara benda á að ömmur og afar eru bara líka að vinna, þannig að ég veit ekki hvað þarf að fara langt aftur í að verða amma, gömul amma til að vera allt í einu og heima til að redda málunum, en það verður dásamleg stað þegar það verður að veruleika. Þannig að við þurfum líka að hugsa það að fólk þarf þessa þjónustu og mér finnst það sjálfsagt að skoða það hvort að við getum eitthvað breytt þessu og fært þetta til aftur eins og var og þannig ég skal taka það til athugunar. En svo langar mig til að nefna að því við erum að ræða öskudaginn, bara að lokum, að ég er einmitt svo stolt af öskudeginum hér í Mosfellsbæ. Mér finnst svo ótrúlega vel gert og vel að þessu staðið. Að því ég man eftir því að þegar ég bjó í Reykjavík, Vesturbæ Reykjavíkur í 5 ár, þá var ég kennari hér, fyrsta árið mitt að bjó, þá var ég kennari hér og horfði á öll börnin vera að leika sér og slá köttinn úr tunninni og svo óbúslega gaman og mikið líf og fjör. Og þegar ég kom heim og horfði á miðson minn þá cirka, veit ég hvað var gamall, 8 ára í pössunum stóra bróður sínum, þá sat hann í búningnum sínum á gólfinu og spilaði PlayStation af því að Reykjavík gaf frí í skólunum allan daginn. En þeir eru núna búin að breyta því og ég held að það sé kennt hálfan daginn í Reykjavík að ég held. En hér hefur alltaf verið góð hefð fyrir öskudeginum og vel í lagt, þannig að mér finnst það ákaflega bara mikilvægt að við höldum í þessa skemmtilegu hefð sem öskudagurinn er hér í Mosfellsbæ. Annað var ekki, kannski. Sigrún, skóladagatöl, leikskóla? Nei. Ekki eitthvað annað mál? Já, við hans við. Skóladagatöl. Skóladagatöl, já. Svo er ég næst. Þú verðst svo næst. Ég giska að þú viljið ræða málum 3 eftir. 2 fyrirgeðu. Já, við skulum klára mál nr. 1. Hafsteinn Pálsson. Forseti, eins og ég skilur það var alltaf mikil eftirvænting hjá skólabörnunum að sjá í hvaða búningum kennararnir og starfsmenn skólana mæta. Og þannig að það er bara svona skemmtilegt krydd í tilveruna líka í skólastarfinu hérna í bænum. Já, þá er umræðum þetta mál lokið, ég lít svo á. Þá er komið að Önnu Sigríði, þú er næsta mælendaskrá. Og það er einu og veru bara eitt mál sem eftir að tala það er málefni nr. 2. Það heitir málefni leikskóla. Anna Sigríður, gerð svo vel. Já, takk fyrir afsakið hvað ég svein upp. Já, ég ætla að fá að tala hér um málefni leikskóla og byrja að segja ég var svo ljónheppin að vera kölluð sem varamaður á fræðslundarfund þennan sem við erum að ræða núna og það er alltaf ánægilegt að fá tækifæri til þess og á þessu fundi þá voru leikskólastjórarnir að kynna fyrir okkur starf sinna skóla og það er enda líka alltaf jafn áhugavert og skemmtilegt. En það sem ég langar að nefna hérna er samt kannski ekki eitthvað sem að við getum svo einfallega breytt og það snertir samt aldrei það sem að margir hafa rætt eða nokkur hafa rætt hér, það er þjónustuhlutverk leikskólana, að leikskólan er ekki bara skólastofnun, hann er líka þjónustustofnun við fjölskyldurnar vegna þess að fjölskyldunar, foreldrarnir eru út að vinna. Það sem kom fram hjá það kom kannski ekki fram í málefna leikskólastjórna en þeir tóku allir undir hjá þeim sem það sögðu, það var það að það er orðið stórkostlegt áhyggjuefni hvað ung börn eru lengi í vistun á daginn. Og það er nánast undantekning ef börn eru styttra en 8,5 klukkutíma. Á sama tíma eru við til þess að aðstoða foreldra við að geta verið út á vinnumarkaðnum og séð fyrir sínum börnum, þá erum við að taka börnin yngri inn í leikskólana. Og þá komur líka fram mjög miklar áhyggjur og vísindalegar upplýsingar sem ég kann ekki nákvæmlega að fara með, en snerist þroskavissra heilabrauta hjá börnum sem að þroska svona tilfinningatengsl og félagstengsl og ef að þau fá ekki það sem þarf á þeim tíma meðan þessar brautir eru opnar, þá er orðið of seint. Og börn þroska þennan hæfileika í samvistum við fólk sem elskar þau. Ekki bara, það er að þessi samskipti maður og mann og þetta gerist ekki þú ert í hóp samskiptum leikskólakennari með mörg börn. Þannig að bara
mér langaði bara að koma upp og nefna þetta vegna þess að þetta er eins og ég byrja að segja, þetta er ekki eitthvað sem við lögum hér í Mosfellsbæ, heldur er þetta miklu stærra samfélagslegt mál sem við verðum að fara að hugsa og og það sem þarf að gera, og við vitum alveg allan hluta af því sem þarf að gera, það þarf að lengja fæðingarorlof í þessu landi og nú bara allt í einu datt ég út sko, það þarf að lengja fæðingarorlof, já, svo ætti ég að nefna eitthvað ekki. Og hækka kaupið ekki? Og hækka kaupið? Já, og hækka kaupið, já, nei. Og stytta vinnuvikuna, bæjarfulltrúi Kolbrún bjargaði mér. Og svo þarf að stytta vinnuvikuna. Og já, því ég sagði þetta líka hérna á fundinu. Það er að sama hækka kaupið. Já, ég er bara endurtaka að ég sagði það. En sko, þetta er alveg satt, ágæta bæjarfulltrúi og ágæta bæjarstjórn, að þetta er málefni sem við þurfum öll að taka höndum saman og laga vegna þess að það gengur ekki að við séum með börn eins og hálfsársbörn og þau eru kannski 9 stunda vinnudag á leikskóla og svo fara þau heim og þau eru sofnuð eftir smá stund og hvenær eru þá samskiptin við foreldrana en auðvitað hafandi sagt að þá skilji fólk með börnin sín á leikskóla vegna þess í fyrsta lagi vegna þess að þau fá góða menntun og þau þroska sinn félagsþroska og læra alls konar hluti sem er erfiðar að kenna þeim heima. En svo er það líka eins og hér hefur komið fram, þá er leikskólinn líka í aðra röndin á þjónustustofnun. Þess að hún er að þjóna í raun og veru atvinnulífinu með því að börnin séu á öruggum stað meðan foreldrarnir eru út að vinna. En kæra bæjarstjórn, ég veit að við erum öll í sama liði í þessu að huga sem best að velferð barna og framtíð þessa lands. En mér bara fannst ég einhvern veginn verða að nefna að þetta var dálítið rætt og það voru sem sé fagfólki okkar í leikskólanum sem var að ræða þetta inn á þessum fundi. Takk. Já, það eru þrír á mældarskrá málefni leikskólan. Sigrún, þú ert næst, gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Já, ég ætla að taka til málsum þessu sama málefni leikskóla. Það var mjög gaman á þessum fundi að heyra leikskólakennarana eða leikskólastjórana frá starfseminni sem fer fram í skólanum og það er mjög fjölbreytt starfsemi í skólanum og hún er ekki allstaðar eins og þannig að það er gott úrval af allslags nálgunum í leikskólafræðum í boði hér í Mosfellsbæ. En það eru 2 mál sem við þurfum að bregðast við og ég held að við getum að einhverju leyti brugðist við, þó ekki öllu, en það kom fram þarna á fundinum að eitt helsta mein leikskólana er skortur á leikskólakennurum. Og það er mikill skortur á þeim eftir því sem það sögðu. Það eru mjög margir starfsmenn út af álaginu sem fólk er undir í vinnunni. Leikskólakennarar undir í vinnunni eru mjög margir í hlutastarfi og sem náttúrulega bara eykur enn frekar álagi. Þannig að það væri kannski hægt að gera eitthvað við þessu. Það var líka rætt það að það hefði orðið ákveðin vatnaskil þegar að námi leikskólakennara var breytt. Á sínum tíma, þetta er orðið háskólanám sem að tekur 5 ár að verða leikskólakennari og það úrræði sem að við mögulega hefðum er að styrkja leikskólakennara í námi til náms, greiða fyrir raunina sína betur og sjá til þess að þeir geti sem sagt, á kostnað sveitarfélagsins með ákveðinni skuldbindingu klára námi sitt. Og þetta myndi virka sem sagt mjög hvetjandi fyrir þessa vinnustæði hérna í Mosfellsbæ og mér fannst mjög áhugavert að heyra þetta og þetta er eitthvað
sem að náttúrulega sveitarfélögin þurfa að bregðast við með einhverjum hætti og ég veit að sum sveitarfélög líka hafa gerst. En síðan þessi langa viðvara sem Anna Sigríður minntist á. Börn eru óskaplega lengi þarna og það spurning hvort sveitarfélagið gæti brugðist við með einhverjum hætti með því að nú eru mjög margir starfsmenn hjá Mosfellsbæ með því að stytta vinnutíma. Vegna þess að líklega eina ráðið til þess að ná einhverjum tökum á þessu að stytta vinnutíma á Íslandi. Við búum líka við það að mjög margir vinna ekki í Mosfellsbæ, heldur keyra langa leiðir úr og í Mosfellsbæ. Þannig að vinnudagurinn hjá mörgum mjög langur og Reykjavíkurborg hefur til dæmis verið að gera tilraun með þetta, að stytta vinnutíman og til að reyna að hafa einhver jákvæð áhrif á þessa þróun og þetta eitthvað sem við getum líka hugleitt. En svo var náttúrulega umræða ýmsa hluti, meðal annars hvernig heilinn þroskast. Það er náttúrulega svona fræði sem eru í þróun og náttúrulega uppi kenningar það að heilinn hann geti nú eitt og annað sem ekki talið að hann hafi getað því áður fyrr. Og þannig að við skulum bara vona að þetta eigi ekki við að fái börn ekki nægilegt aflæti fyrstu 2-3 árin, þá sé voðinn víst. Auðvitað hefur það áhrif, en engar síður heilinn töluvert órannsakað sem erfitt að festa hendur á. En allavega við gætum gert þetta tvennt, það að styrkja leikskólakennara til náms og við gætum líka stytt vinnutíma. Já, Bryndís, þú næst gjör svo vel. Jú, út. Já, virðulegur forseti, ég ætla að taka til máls líka undir þessum sama lið og bað orðið þegar bæjarfulltrúi Anna Sigríður var hér einmitt að tala um þessa umræðu sem hefði skapast þarna undir liðnum málefni leikskóla og áhyggju leikskólakennara sem að maður vissulega hefur heyrt líka bara í fjölmiðlum og mér langar bara að hrósa fræðsluna, þetta lítur út fyrir að hafa verið mjög skemmtilegur, upplýsandi og góður fundur og taka svona leikskólamáli sérstaklega fyrir á fundi að ég bara hefði mjög gert að vilja vera þátttakandi á þessum fundi. Það hljómar þannig að hann hafi verið með þeim hætti, en mér langaði nú bara því að það var nú fyrsta sem mér datt í hug þegar bæjarfulltrúin fór að tala þessa löngu viðveru, var nú eitthvað sem að bæjarfulltrú Sigrún Pálsdóttir kom svo aðeins inn á, að það einmitt samgöngur og það komast á milli staða. Og svo staða sem við erum hér í Mosfellsbæ að það stór hluti íbúanna okkar starfar utan bæjarfélagsins. Þannig að þó að það sé alveg rétt sem kom fram að við kannski ein og sér gerum ekkert mikið í þessu sem að svona bara almenn þróun hér á landi að börn séu eyða löngum tíma og sumir finnst kannski of miklum tíma inn á leikskólanum, að þá það að samgöngurnar séu í lagi og virki skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Og talandi þau dæmi sem Reykjavíkurborg hefur verið að gera sem ég finnst mjög spennandi að fylgjast með, styttingu vinnuvikunnar og bara full ástæða til þess að við fylgjumst með þeirri þróun, þetta svona tilraunaverkefni sem þeir hafa verið í, að þá segi ég það er náttúrulega bara, ég leyfi mér að segja bara bullshit, afsakið að ég sletti forseti, að ætla sér að fara að stytta vinnuvikuna bara til að fólk geti þá eitt meiri tíma í að sitja föst í bíl á leiðinni til og frá vinnu. Þess vegna held ég að það sé jafnvel stærra mál að samgöngurnar virki og að fólk geti komið svona tiltölulega örugglega og á ekki á löngu tíma hér á milli staða. En svo þetta annar þáttur sem að við höfum auðvitað mjög mikið valdi og höfum verið að reyna að leggja okkar að mörkum með og þurfum að ná enn meiri árangri. Það auðvitað að fjölga atvinnutækifærum í Mosfellsbæ. Þannig að út af því að bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir nefnir hér stytta vinnuvikuna, auðvitað erum við stór vinnustaður, en ég hygg að þeir starfsmenn Mosfellsbæjar sem eru með börn á leikskólum, það eru örugglega þau börn sem eru hvað styst á leikskólum, því að hér eru þá starfsmenn fljótir á milli staða og þarf ekki að taka þennan auka tíma í það.
Þannig að mér langaði nú bara að koma inn á þetta svona í stóra samhenginu að við þurfum að ræða þessa þætti, en þetta eru allavega 2 þættir sem að við höfum eitthvað með að gera og auka lífsgæði fjölskyldna. Ef að við aukum atvinnutækifærin hérna og tryggjum eins og kostur er öruggar og góðar og greiðar samgöngur milli staða. Svo langaði mér líka að segja það, sko, nú veit ég ekki, ég treysti því alveg ef að leikskólakennarar hafa verið að ræða þetta sé mikið áhyggjuefni, en sko, ég hef líka séð þessar tölur áður, teknar saman sko þannig að segja fjölda barna og hvað þau eru lengi, og það er eitt að vera með rými og greiða fyrir 8,5 tíma eða 9 tíma og það er annað að nota það. Og nú veit ég ekki, ég gerir ráð fyrir því ef að leikskólakennarar voru að tala þetta að það sé raunverulega áhyggjuefni þeirra, en bara vegna þess að þegar ég var með barn á leikskóla þá greiddi ég iðulega fyrir 9 tíma og það snerist fyrst og fremst það að hafa þetta svigrúm. Að foreldrarnir að skiptast á, annar þarf að vera mættur 8 þannig að þú þarft að hafa leikskólapláss á þeim tíma og svona. Þannig að það að taka saman sko töflurnar hvað fólk er skráði og er að greiða fyrir, það er ekki alveg mælikvarði á það að barnið sé örugglega þennan tíma. Ég vildi bara líka koma því á framfæri, en ég er ekki að draga með neinum hætti úr því að það sé ákveðið áhyggjuefni að börn séu of lengi á leikskólanum. Já, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú ert næsta mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, forseti, málefni leikskóla, mál nummer 2. Já, þetta var mjög, ég tek undir það, þetta var mjög áhugaverður fundur, margt skemmtilegt og áhugavert sem þarna kom fram og gott að taka svona skólana í sitt hvoru lagi til umræðu, leikskólana og grunnskólana, eða fá upplýsingar frá skólastjórum, en það sem að mig langar að nefna að sko, einmitt ég man vel eftir þessar umræðu og ég fór nú alveg hrollur hann þegar það var að tala um þessar heilastöðar og við séum bókstaflega að skaða börnin í þessu umhverfi. Og þá er það ekki gott. En sko á sama tíma, og ég nefndi það líka á þessum fundi, á sama tíma að þá eru foreldrar að biðja um meiri þjónustu. Ég fæ tölvupósta þess efnis aukna þjónustu, til dæmis yfir sumartíman og alls konar viðvera sem að fólk er að fara fram á. Þannig við erum sem bæjarfélag að koma til móts við kröfur foreldra. Við lengjum hér vistunartíman og við erum að bregðast við, en auðvitað viljum við ekki síðan fá það vitneskju við séum mögulega skaða börnin, eða hvað er þetta sem að, ef þetta er raunverulega satt að þessum framkom að þetta hafi þessi áhrif, en auðvitað veit maður það barnið vill alltaf vera hjá foreldrum sínum, eða þessum elskar það mest, þannig að þar þroskast barn best, en svo þarf það náttúrulega líka örfun og leikfélaga. En ég held að það sé líka kannski í þessar umræðu sko að foreldrar leggja mikið traust á leikskólana. Þeir vilja treysta fagfólkinu og starfsfólki leikskólana og þess vegna verðum við að styðja vel við skólana sem fagstofnanir og standa vörðum þessar stofnanir eins og við mögulega getum. Og ég veit að auðvitað er líka áhyggjuefni að það fáist ekki leikskólakennarar og við rættum það líka á þessum fundi að það er verið að skoða hér líkt á öðru sveitarfélögum að koma til móts við ófaglært starfsfólk einhvers konar nám, með fjarnám eða fá tækifæri til að setja einhverja kúrsa og bæta við menntun sína. Og ég hef þá heimild að það sé verið að skoða það hér líka. Þannig það er farið á stað og það er farið á stað víða í mörgum bæjarfélögum. Þannig að þetta er ekki alltaf einfalt, en ég held að við þurfum bara fyrst og fremst að tryggja gott starf í skólanum, að börnunum okkur líði vel, hvort sem foreldrar verða eða ætla sér að vinna langan vinnudag, við stjórnum því ekki. Ég tek undir það líka að bætta samgöngur myndi laga heilmikið, það er ekki spennandi að sitja fastur einhvers staðar í umferð og vera alveg seinn að sækja barnið sitt á leikskóla, og ég held að þetta að líka skoða það eins og framkom í máli Bryndísar Haralds það að fólk kaupi hér ákveðna tíma til að hafa svigrúm eða hvort foreldrar eru örugglega að nýta þessa tíma. En það kom fram á fundinum frá skólastjórum að það séu flestir foreldrar að nýta þennan tíma, svona langan vistunartíma. En kannski líka ég held að okkar hlutverk er kannski bara að standa vörð faglegt starf, tryggja það að ráða gott starfsfólk og svo börnunum líði vel hér í bænum. Já. Orðið er þá laustum þess að fundargerð, þetta er fræðslunefnd 28. febrúar, við erum reynda búin að ræða öll málin, þeir 3 sem var á dagskrá og snéru öll að leikskólanum sem hér hefur komið fram.
Nú, umræðum er þá lokið og ég byrð þá að rétt upp hand sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að umhverfisnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 22. febrúar, númer 186. Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að taka til lið hér til máls undir, það eru þetta 2 mál sem ég langar að ræða, en ég ætla að byrja hérna í lið nr. 2, sem er endurskoðun á umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Og þarna liggja undir svona einhvers konar drög eða vinnugögn frá nefndinni og ég veit að þið hyggist hérna halda fund og opinn fund og fara frekar yfir þetta. Og við höfum svo sem hérna rætt þetta mál áður, þetta hefur verið í vinnslu inn í nefndinni í einhver tíma núna. Mér langaði bara að ítreka það sem að ég sagði nú örugglega hérna einhver tíman áður í ræðu hérna í bæjarstjórn, sem lítur að svona markmiðasetningu í tengslum við hérna umhverfisstefnu okkar. Og það er það að við setjum okkur það markmið að vera kolefnishlutlaus. Og ég sé bara að það er verið að taka á ákveðnum punktum þarna, menn þetta getur auðvitað bæði átt við sko, annars vegar væru við að huga að skógrækt og hins vegar að draga úr kolefnisnotkun og allt þar á milli sko. En mér langaði bara að ítreka þessa, hvað ég var að segja, ég ætla ekki að bera þetta fram sem formulega tillögu hérna bæjarstjórnarfundi, en að í þessari vinnu við umhverfisstefnuna að bæjarfélag seti sér slíkt markmið. Og stefnan gangi þá svolítið út af það, þannig að við höfum þá svona ákveðna mælipunkta í því hvernig við ætlum að ná slíku markmið og stefnan myndi ganga svolítið út af það. Þannig að það er svona, ég er ekki viss ég komist á hérna opinn fund sem að nefndi minn halda þetta, en mér langaði allavega að koma því hérna á framfæri að mér myndi allavega þykja að fara mjög vel á því ef að það væri stefnan okkar í umhverfisstefnu Mosfellsbæjar. Já, ég var eitthvað búinn að setja mig á mælendaskrá næstan og langar þá að taka til máls þetta mál nr. 2 og eins og bæjarfulltrúi Bryndís nefndi þá snýst þetta endurskoðun umhverfisstefnu og við í umhverfisnefndinni hefur verið að ræða þetta nokkra undanfarna fundi og það var ljóst að það yrði gerð hérna í umhverfisstefna. Við höfum notað hérna staðardagskrá 21 og svona svolítið barnsins tíma og það hefur verið að horfa sem sagt til nýrrar umhverfisstefnu og við höfum verið að vinna þetta svolítið áfram og búa svona til málaflokka. Þetta er farin í annað mál? Já, umhverfisstefnuna. Já, við vorum að tala um loftgæðin. Ég var í að tala undir umhverfisstefnuna. Það var annað mál. Nú varst það, já. Já, og þessir málaflokkar eru núna 12 talsins, bara svo ég nefni það. Það er ekki heilu tala, það gæti breyst, en bara svo ég gefi hérna áhorfendum bæjarfulltrúum smá hugmynd, þá er það meðal annars loftslagsstefnu og útivist og lýðheilsu, náttúruvernd og umhverfisfræðslu. Það er mjög gott að vekja athygli á þessum fundi sem verður 22. mars, opinn öllum og við erum akkurat á þeim stað, það er að segja nefndin, að við erum komin svolítið að stað. Nú langar okkur að fá hinn almenna bæjarbúa að borðinu og það verður fundur hér í framhaldsskólanum klukkan 5. Það er 5. 22. mars. Við erum svo heppnir að fengið sérstakann stjórnandaðan Sævar Kristinsson frá KPMG mun stýra vinnunni á þessu fundi, þannig að hún eru markviss og vonandi mæta bara sem flestir. Þetta vildi ég nú segja þetta mál og þá ætla ég að fá maður sæti hér aftur og... Forseti, ég var búin að biðja, ég vil líka fá að taka til máls undir öðru. Já, þetta er hérna, sko, Sigrún, þú varst búin að biðja þetta mál, eða ekki? Jú, í rauninni það má ræða undir báðum málum. Við skulum taka þetta mál alveg fyrir að því að það var byrjað á því áðan. Viltu ræða mál upp í 2? Endurskoðun umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Já, það í rauninni það kemur inn á loftgæðin líka. Þú hérna bara já eða nei? Ræðustóllinn er opinn, gjörðu svo vel. Ég vil endilega tala. Já, málefni 2, endurskoðun umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ.
Já, eins og talað var hérna áðan, ég kem fram hér undir endurskoðun og umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ, eins og talað var hérna áðan, þá náttúrulega eru loftgæðin mjög mikilvæg og af því að verið að endurskoða umhverfisstefnu, þá langar mig að minna á það sem að íbúahreyfingin hefur enn og aftur minnt á. Það nauðsyn þess að kortleggja náttúrufar og náttúrugæði í Mosfellsbæ. Eitt af því sem að hefur hvað mest áhrif á loftslag á Íslandi, það þegar að mýrum spillt. Vegna þess að þegar að mýrum spillt og þær grafnar upp, þá verður einhver svo mesta losun á koldíoxíði sem hugsast getur. Og ef að við ættum einhverja kortlagningu á mýrum í Mosfellsbæ og bara almennt náttúrugæðum, þá myndum við ekki fara út í það að skipuleggja á þannig svæðum. Þannig undirstaða umhverfisstefnu hlýtur alltaf að vera þessi kortlagning. Vegna þess að á grundvelli hennar hægt að gera umhverfisstefnu sem að geri síðan mögulegt að skipuleggja landsvæði með tilliti til nýtingar. Og það þetta sem að ég vil koma á framfæri varðandi umhverfisstefnuna sem hlýtur að þurfa að byggjast á kortlagningu náttúrufars og náttúrugæða í Mosfellsbæ. Vegna þess að annars byggir hún ekki á þekkingu. Umhverfisstefna þarf að byggja á þekkingu, á best mögulegu þekkingu. Við eigum alveg óteljandi náttúrufræðinga á hinum ýmsu sviðum, vistfræðinga, fuglafræðinga, jarðfræðinga og svo framvegis. Og við höfum að nýta þeirra þekkingu til að búa til grunn til að byggja okkar samfélag á. Já, Hafsteinn Pálsson mál 2, endurskoðun umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Gjörðu svo vel. Forseti, varðandi þá hugmynd að kolefnisjafna, þá náttúrulega horfum ég til Skógræktarfélagsins og þeirra kraftmiklu plöntunar sem hefur verið á undanförnum áratugum á vegum þess félags. Og það sé eðlilegt að horfa til þess starf sem búið að eiga sér stað og það sé horft líka aðeins tilbaka en líka hvaða möguleikar eru þá að halda áfram á sömu braut og að nýta það sem möguleika til þess að kolefnisjafna og þannig að það verði gert í héraði eða samt hér í sveitinni en ekki einhverstað langt í burtistan. Og það sem að ég vildi koma varðandi mýrlendi og kortleggja það, þá segir mér svo hugur að það hafi verið kannski frekar mýrlend hérna þar sem að Nýbýlin, Markholt, Hlaðhamrar, Bjargastaðir, Hlíð, Hulduhólar og Skálatún eru en það svæði er mest allt þegar byggt en skurðakerfi sem var hérna á árum áður meðan að þetta var það var landbúnaður á þessum jörðum að bendi til þess að það hefði verið frekar blautt á þessu svæðum. Þannig að bara svona koma því að kortleggja það en hvar það hafi verið mýrlent að þetta er dæmi svæði sem að kalla á það að það þyrfti að ræsa fram. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Mér langar aðeins að svara honum eða sem sagt tala út frá því sem Hafsteinn var að segja. Ég held að meðferð Íslendinga á mýrum allt frá 1970 til dagsins í dag ætti að vera okkur víti til varnaðar að gera hlutina öðruvísi og á grundvelli þekkingar og líka laga vegna þess að samkvæmt náttúruverndarlögum
ber okkur að vernda mýrar. Það er ekki bara eitthvað sem við getum valið, heldur ef við spillum mýrum þá erum við að fremja lögbrot sem eru yfir ákveðinni stærð. Fleiri sem vilja ræða málefni 2 umhverfisstefnuna? Ég held að þetta kalli ekki á ansvar hjá mér, sko. Svo ekki, en orðið er ennþá laust hinn málin sem voru á dagskrá. Það voru 6 mál, Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langaði líka að taka til máls undir lið sem fjallar flokkun sorps. Hvað var það? 3. Að sérsöfn á plasti? Já, sérsöfn á plasti frá heimilum. Lið nr. 3. Ég er svo sem komið hér upp áður í ræðustól til að ræða það, en bara fagna þessu átaki að núna gerir ég ráð fyrir því að öll heimili í Mosfellsbæ séu farin að safna plasti, sérstaklega vegna þess að nú þarf ekki að fara í eitthvað sérstakann söfnunagá með plasti heldur en nægir að setja það bara í svörtu tunnuna heima. Þar er lendir þjónustan aukin mjög við íbúa og hvatningin til þess að endurvinja. Og hvað þetta er gríðarlega mikilvægt að við upplýsum bæjarbúa vel þetta og hvetjum þá áfram í þessu verkefni. Mér langar þá líka að segja að ég held að þá ættum við að einhenda okkur í næsta verkefni og næsta markmið hvað flokkun sorps varðar, því að þetta tók nú töluverðan tíma og er auðvitað ekki við Mosfellsbæ sem slíkan að sakast. Þetta verður samstarfsverkefni sveitarfélagana og hefur verið mjög erfitt að ná almennri samstöðu meðal sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinum hver er besta leiðin í þessum efnum, en þá hlýtur glerið að vera næst. Það hlýtur að vera næsta skref hjá okkur að ná glerinu út úr heimilissorpinu. Sérstaklega í ljósi þessara gasgerastöð sem við erum að ráðast í upp í Álfsnesi og nauðsynlegt að ná glerinu úr fyrir þann tíma. Og það er auðvitað best ef hægt er að gera það heima við tunnurnar. Við náum mestum og bestum árangri þannig. Af þessu sögðu, þá langar mér líka að varpa því fram til umhverfisnefndar út af því hún hefur alloft fjallað söfnunargámana og fjölda þeirra út í hverfum. Við erum með gáma út á Krónuplani, það hefur verið sett út við aftan Brekkutanga, Boðatanga, það er upp við Reykjahverfi og ég veit ekki hvort það var komið eitthvað upp í Helgafellskverfi eða Ásund þar sem var talað þetta. Ég held að það er líka að horfa mjög gagnrýnum augum á það, er eðlilegt að við séum líka að kosta til þeirri þjónustu. Því það auðvitað kostar sveitarfélag, við borgum á hvert gám, það þarf að borga fyrir að tæma þetta. Og ég hef alltaf verið fylgjandi fyrir því að við bjóðum upp á þannig þjónustu að það sé hægt að flokka sorp og taka við sem allra mestu frá hverju og einu heimili. Það er bara sýnt sig í öllum tölum, við náum bara meiri árangri þannig. Þannig að vegna þess að við höfum svolítið tekist á það eða kannski ekki tekist á, það er nú kannski svona aðeins og djúpt í árunni tekið, en þörfina fyrir þessar hverfisflokkunarstöðvar eða gáma út í hverfunum, þörfina fyrir það hvar þeir þurfa að vera, hversu margir og þetta, að þá langar mér líka í ljósi þess að umhverfisnefnd skoði það kannski, sérstaklega núna þegar við erum búin að ná þessum árangri að flokka plast heima í tunnurnar og getum sett þetta í gráu tunnuna. Sem er algjörlega frábært og auðvitað eigum við Mosfellingar að vera til fyrirmynda í flokkun og þessum sorpmálum, enda erum við með ruslahauga höfuðborgarsvæðisins og stór hluta landsins í bakgarðinum okkar. Þannig að hagsmunirnir eru nú kannski hvergi ríkar en akkurat hér hjá okkur að vera til fyrirmyndar í þessum málum. Já, það er 3 á mældarskrá, Hafsteinn næstur. Gjörðu svo vel. Forseti, sammála þessu með glerið, það er mjög mikilvægt að ná því úr streyminu, en það er ekki síður mikilvægt að við náum spilliefnunum og lyfjónum úr streyminu líka, því að það sem kemur út úr moltan sem að verður til upp í Álfsnesi í nýju stöðinni, hún fer út í náttúruna og við þurfum að gæta þess að þau efni rati ekki þessa leið og þess vegna skiptir máli að þetta spilliefnin og lyfin fari ekki með. Þannig að málmarnir eru náttúrulega seglaði frá, þannig að það á ekki að vera vandamál, en þetta eru svona, held ég, þessu áhersluatriði sem að skipta virkilega máli. Nú varðandi
gámana sem eru út í hverfunum. Ég held að við höfum að hætta að vera með plastsöfnun þar, en það væri þá kannski ástæða til þess að það væri möguleiki á að setja gler í annan og málma í hinn, og en tíðnin á hirðinu gæti þá verið mun minni þegar að við erum að koma með málma og gler í þessa gáma í stað þess að vera með plast. En ég vænti þess að þetta verði skoðað í umhverfisnefnd. Takk. Já, Sigrún, þú næst, gjör svo vel. Já, og ég kem hér fram undir sama máli og mér langar að taka undir með Hafsteini. Mér finnst það mjög góð hugmynd að setja að taka glerið og nota gámana til að safna gleri og málmum og hætta með plasti vegna þess að það hvort sem er orðið hluti af ruslinu í gráutunni, plasti. Ég er mjög ánægð með þetta að þetta verkefni skuli vera farið af stað. Ég er reyndar búin að safna plasti í fjölda ára vegna þess að ég gerðist á sínum tíma áskrifanda grænutunni og grænatunnan hún var þeim með þeim ágætum að þar var hægt að safna plasti og málmum og pappír allt í eina tunnu sem var mjög þægilegt. Og en sem sagt svona er þetta núna, nú fer þetta bara í gráutunna. Það sem að ég vildi vekja athygli á hér er að mér finnst að Mosfellsbær ætti að nota vefinn betur til að vekja athygli á þessari umbreytingu vegna þess að þetta er bara stór umbreyting og skiptir miklu máli. Það er ein frétt þetta inn á vef Mosfellsbæjar en hún dettur út þegar að næsta frétt verður sett inn, þannig að þá er þetta horfið á forsíðunni. Og mér finnst að við ættum að nota jafnvel þetta svæði hérna á síðunni til þess að hvetja íbúa áfram í þessu verkefni og gera þeim upplýsingar aðgengilegar á vef. Vegna þess að það skiptir öllu máli hvernig að þessu staði. Ég veit að það var bæklingi dreift í hús og en engar síður vefurinn hann er það svæði sem að íbúar fara inn á þegar að búið er að henda bæklingunum og þess vegna væri mjög gagnlegt að setja þetta inn og nota þetta stóra svæði á forsíðunni til þess að efla tengslin og upplýsingaflæði til íbúa. Já. Kolbrún, þú næst, gjör svo vel. Já, forseti, ég vil einmitt ræða mál, ég man aldrei hvað sem Þetta er númer 3, sérsöfnun á plasti. Já, sérsöfnun á plasti, það var alltaf það sem ég vildi ræða. Ég vil bara segja frá því að ég satt fund hjá Sorpu byggðasamlagi í morgun og þar vorum við að tala þessi kynningamál og hvað við getum gert betur í því og sveitarfélögin og jafnvel svona, já, við getum komið frekar upplýsingum til skila til bæjarbúa. En það kom jafnframt fram á þessum fundi að sko móttökustöðvarnar sýna að fólk er greinilega mun duglegra að flokka og komið á móttökustöðvarnar en áður. Það sýna bara tölur og ástandið á það sem að kemur til Sorpu. Að þeir eru bara, stjórnendur eru mjög ánægðir með það hvað allt er að skila sér betur. Við erum duglegir að flokka, þetta er að skila sér betur á rétta staðina heldur en áður. Þannig að við getum klappað okkur á axlina fyrir það, en auðvitað eigum við að getum við gert betur með það. En það er eitt sem að ég man eftir bara umræðu að því að bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson nefndi förgun lyfja. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað lyf eru skaðleg í ruslatunnunni.
að því að tala um að glerið sé skaðlegt og við eigum að náttúrulega sjálfsögðu að safna því, en lyf eru víst enn skaðlegri og það enginn að tala um það. En ég man ekki inn á hvaða vef, hvort það er Umhverfisstofnun eða Lyfjastofnun sem að hafa leiðbeiningar um það hvernig maður fargar lyfjum, en einföldasta leiðin er að fara með það aftur í apótekið eða í lyfjabúðina og skila lyfjunum. Og lyfjaverslanirnar sjá til þess að koma þeim á réttan stað. Ég held að við ættum að fara að tala aðeins meira um þetta, því að ég veit að hver einasta heimili renna út alls konar lyf og verkjalyf og alls konar sem fólk er hægt að nota og það er bara einfaldasta leiðin að henda því í tunnuna, en ég held að við þurfum að kannski fara að hafa hærra en þetta að skila lyfjunum inn og svo náttúrulega, svo tek ég undir það að við getum alveg skoðað betur hvernig við tökum á móti glerinu, hvort það sé næsta mál dagskrá. En við erum þó allavega búin að stíga þetta skref ásamt öllum sveitarfélögunum að Reykjavík og Kópavogi að setja plastið í gráu tunnuna og nú er bara að vona að Mosfellingar taki vel á því máli og setja allt plast þar á tunnuna. Ólafur Ingi Óskarsson, þú ert vestur á Matarsá, gerð svo vel. Forseti, ég kem hérna til sama máli. Ég er afskaplega ánægður með að þetta verkefni skuli vera hafið. Þetta er löngu tímabært og vissulega er þetta eitthvað sem að auðveldar okkur þessa flokkun og mun bæta það. Ég held nú samt að það sem raunverulega bætir flokkurina hjá okkur öllum er meiri vitundarvakning, bara almennt. Það bara gerist inn í höfðun á okkur að þetta sé bara meðvitað að flokka og passa upp á að hlutinni fara á rétta stað. Hér hefur verið talað um það að það hefur verið dreift einhverju kynningarefni. Ég trúi okkur alveg, ég held að það ekki komið til mín, en ég hins vegar sá það í gögnum þessara fundar hvernig þetta er framkvæmt og það allavega hjálpaði mér. Kannski hefur þetta eitthvað bara farist fyrir, það getur alltaf farið það sem kemur í póstunum. Þannig að það væri vissulega gott að þetta væri áberandi stað á heimasíðunni eins og bæjarfulltrúi Sigrún benti hér á áðan. Hvernig þetta er framkvæmt, semst að setja þetta í sérstakann poka sem síðan að því mér skilst er blásun burtu í, hvað heitir það, kári maskína sem að það gerir hjá Sorpu. Og það væri þá líka gott það verður bara forvitnilegt að vita væntanlega er þetta eitthvað mælt hversu áreiðanlega þessi maskína virkar. Þannig að það getur, maður hefur svona tilfinningunni að þetta getur nú verið svona misjöf flokkuð þegar þetta er gert svona, en það verður hins vegar gott að fá einhverja mælingu á því. Nú, varðandi hverfastöðarnar, þá allavega finnst mér þær vera alveg ágætt vegna þess að þar fer fram víðtækari flokku. Við vorum að tala, það hefur verið talað hérna um gler. Það er til dæmis eina stöðurnar sem taka við gleri í dag, það eru hverfastöðurnar. Og meðan að ekki er boðið upp á aðra flokkun við heimili, að þá eru þær nauðsynlegar. Og ég myndi gjarnan vilja sjá á þessum hverfastöðum meiri flokkun. Þannig að það sem þeir sem hefðu áhuga að flokka betur, getur valið fleiri flokka, það verður talað um jafn. Nú, bæjarfulltrúi Kolbrún myndi sérna á lyfin. Ég hef heyrði hér einhver apótek auglýsa það innanlands að hvetja fólk til þess að koma með lyf sem eru útrunni að það var hægt að nota eitthvað slíkt í apótekin. Það þarf náttúrulega bara að kynna betur vegna þess að það er mjög náttúrulega, segir sig sjálft að það er náttúrulega mjög skaðlíkt lífríkinu ef að fólk er að henda þessu í klósett eða eitthvað starf annar staðar. Þannig að það er gott að halda þessari umræðu vel vakandi sem flokkun og þetta, ég held að við séum alltaf með hverju árinu að vera bara umhverfisvænni. Þetta gengur svona hægt og rólega, en það gengur í rétt átt. Hafsteinn, þú ert búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Forseti, varðandi það að það þurfa að vekja betur athygli á þessari nýju flokkun og þessi möguleiki og gera það á heimasíðu bæjarins, þá er það allavega á Facebook síðu bæjarins gert með mjög áberandi hætti og það er alveg borðið þvert yfir síðuna efst sem að auglýsir þetta. Þannig að ég hvet ykkur til þess að skoða það og ef það er eitthvað sem maður þarf að gera það með öflugra hætti þar þá
rétt að það komi fram. En ég held að þetta sé varðandi lyfin, þá held ég að það sé almenna reglan og það sé öll apótek taki við lyfjum. Það sumir að auglýsa þetta og hvetja til þess, en í raun og veru eru öll apótek sem að taki á móti og þeim ber held ég skylda til þess að gera slíkt. En þannig að vissulega þurfum við að reyna að vekja betur athygli á þessu sem hvert ber að koma öllum hlutum sem að ber að flokka heldur en að við gerum dagstaglega en vonandi hólar dropinn þennan stein og kemur þessum upplýsingum til skila. Já, það er nú 3 á mældarskrá, ég er nú enda mestur hérna og það fá aðeins að ræða þetta mál. Það er svo sem ekki miklu við að bæta það sem að bæjarfulltrúar hafa að tala hér eitthvað einu rómi það að fagna þessu átaki þessum áfanga, sporið rétta átt og reyndar þetta á grundvelli Sorpu eru 4 bæjarfélag en þó ekki öll sem í byggðasamlaginu. Varðandi kynninguna var að setja upp alveg ákveðið ferli sem var svona stýrt af Sorpu. Það var svona tengiliður í sérhverju sveitafélag, umhverfisstjóri var hér og síðan það var meðal annars sendt út bréf. Ég fekk allavega bréf, þá stóð ekki á því, ekki opna þetta bréf, það var eitthvað svoleiðis. Það var náttúrulega fyrsta sem maður opnaði, en hérna þetta kannski síðast bara inn jafnt og þétt og vonandi eru bara allir byrjaðir á þessu, þetta byrjaði 1. mars og tiltölulega einfalt eða mjög einfalt að setja einfalt plast í plastpoka og síðan beint í gráutunna og það er eins og hér var nefnt áðan, þetta er eiginlega blásið burt að kári sem sér það er svona blásturspúnaður þannig sem sér það. Já, síðan var hér umræða gáma, grendagáma sem er auðvitað mjög þörf og auðvitað spurningar plastgáma núna, það er einhver þörf á því en hins vegar eru glergámar, það við erum ekki komin að því að lokka glerið heima, þannig að það er hægt að fara með það á grendastofunar. Þetta vildi ég nú sagt hafa og síðan er það Sigrún, ég vil bjóða þig velkomin hérna í pontu og síðan Haraldur. Já, mér langar bara að sýna hérna þegar ég fer inn á síðumóðsveiðar þá sé ég ekkert þetta. Þá sé ég ekkert þetta. Það er aðalega myndir hérna fyrirverandi nágrönnum mínum. Það skilur ekki hvað þetta segja, sko. Þetta er ekki, hérna, þetta er inn á Facebook síðu Mosfellsbæjar sem að ég opna. Fyrirverandi nágranna mínir í hérna Reykjavík. Þú opnar beintin á myndasíðan. Já, hvernig breyti ég því? Jæja, allavega sem sagt. En þetta er mjög þörf umræða Kolbrún varðandi lyfin af því að þetta er mikill skaðvaldur og við þurfum alveg sérstaklega að hugsa þetta Mosfellingar sem að eigum þann draum að byggja hér sjúkrahús og heilsuhæli erum með heilsuhæli og svo framvegis vegna þess að frá þannig stöðum fer alveg ótrúlegt magn af skorpi með lyfjum vegna þess að inn á svona stofnunum er fólk á lyfjum og það náttúrulega fer út með hérna baðvatninu eða þannig lyf sem að fólk tekur inn það fer í vatni og það er bara það er mikil hætta sem stafar af því bara í veröldinni og við þurfum að huga því hér í heilsueflandi samfélagi. Já, Haraldur, gjör svo vel. Ég langar að bregðast við þessu, er ég Já, þú næst. Já, þetta er ekki bara með baðvatninu, það er annað vatn sem ég átti við. Já. Það er ekki hvað við gerum. Ég veit ekki hvað hún er að gera. Ég ætlaði að fá að tjá mig þetta tiltekna mál hérna. Já, svo vel. Til umræðu. Það er svo langt sem ég komið upp, þessi liðum 2 tímar, ég var það að koma bara. Nei, en sko, bara fagna því að það sé komið hérna að þeim tímamótum, 1. mars að við séum að flokka plast og við höldum svo áfram þeirri vegferð.
En af því að fólk hér að tala hér að kynna þetta verkefni, sem má alltaf kynna verkefni betur, þá ætla ég nú bara að leggja það til, að því hér nú allir með tölvurnar sínar, að fara inn á Facebook síðurnar sínar og deila þessari frétt með hvatningu til Mosfellinga að fara og flokka plast. Ég hef orðið var við það að Facebook síður bæjarfulltrúa þeirra sem sitja við þetta borð eru mjög virkar og mikið notaðar og eru örugglega þarlegandi mjög sýnilegar í vinahópi Mosfellinga allra. Við vissum það að vinahópur allra hér við borðið er ræður saman, það eru örugglega með alla Mosfellinga og rúmlega það í þeim hópi. Þannig að farið núna og deilið þessari frétt og hvetið Mosfellinga til að flokka plast. Já, Bryndís. Gjör svo vel. Já, forseti, ég bara tek undir þessa hvatningu bæjarstjóra, en það var ég einmitt áðan að deila þessari frétt og þetta er ágætis yfirlitsmynd sem er þarna á yfirlitssíðu Mosfellsbæjar núna og er enda frétt líka aðeins neðar, þannig ég hvet bæjarbúa líka til að deila þessu og láta þetta fara sem víðast. En ástæðan fyrir því að ég bað um orði var bara að það fór fyrir brjósti á mér að bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir skyldi tala um heilsuhæli. Og ekki neitt út á það að setja að Náttúrulækningafélag Íslands rekur stofnun í Hveragerði sem að gengið yfir oft undir nafninu heilsuhæli. En ég gerir ráð fyrir því að bæjarfulltrúin eigi við Reykjalund sem að er endurhæfingarspítali og endurhæfingarmiðstöð og er svo fremsta hér á landi og þó víða væri leitað í þeirri þjónustu og þeim mikilvæga geira heilbrigðiskerfisins. Og ástæðan fyrir því að ég ákveðnu bara fara upp og ræða þetta sérstaklega er vegna þess að í nýútkomri skýrslu Ríkisendurskoðunar um sjúkratryggingar að þar er þjónusta Reykjalundar og Náttúrulækningafélagsins sett að jöfnu og verið að bera saman kostnað við sjúklinga á þessum tveimur stofnunum. Og það er bara rangt að gera það, því þarna er verið að bera saman epli og appelsínur. Og bæði hefur ráðherra tekið undir þetta og þetta hefur skapast umræður þetta á þinginu og yfirlæknir, framkvæmdastjóri lækninga hjá Reykjalundu benti sérstaklega á þetta og ég vil bara að við sem bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ sem ég veit að við berum öll hag Reykjalundar fyrir brjósti að við pössum okkur að ræða þá með þeim virðingu sem að þau eiga að njóta. En út af því ég nú að taka til máls hér undir liðnum flokkun plasts og sorps að þá mun ég beina fyrirspurn til forstjóra Reykjalundar það með hvað hætti þeir flokka sorp hjá sér og við erum núna að hvetja sérstaklega íbúa áfram í þessu en eflaust ættum við líka að hvetja fyrirtæki hér í Mosfellsbæ til að flokka sorp og bara í ljósi þessar umræðu sem hefur skapast að þá finnst mér þetta bara mikið tækifæri hér fyrir umhverfisnefnd að gera eitthvað enn frekar í því að uppfræða íbúa sorp og mikilvæg eða skaðsemi lyfja til dæmis í sorpi og þess að núna sé hægt að gera þetta með plastið og umræðum glerið og álið og alla þessa þætti. Ég held að þetta sé bara efni bæði í kynningafundi og kynningarefni frá nefndinni Já, Sigrún, þú beðum orðið, það er reyndar í þriðja skipti, þannig ég tel ekki að það sé ástæða til að gefa þér orðið. Jú, ég vil Fyrirgeðu, ég tel ekki að það hafi verið borið á þig ámæli á þessu sinni, en ég er að ræða málið, ég er orðið núna, forseti bæjarstjórnar. Bæjarfulltrúi Bryndís taldi það að veri ósammála, það væri fyrir brjóstaðan og ákveðin orð sem talar heilsuhæli, það er ekki að bera neinn ámæli á fólk, þannig þannig ég gef ekki orðið en orðið er ennþá laust þetta mál ef einhverju vilja kjósa að biðja orðið en svo er ekki þá er hægt að biðja orðið undir öðrum málum það er önnum málana við erum búin að ræða málum í 2 og 3 það voru 6 mál á þessari dagskrá einhver sem vil ræða eitthvað á hinum málunum já, þá er rétt að gera fundarhléði, það er óskað eftir fundarhléði og það er að sjálfsögðu veitt. Það meina að vera sniðt að deila með svona klukkutíma fresti svo það fengi eitthvað meira. Ok, það má alveg gera. Gerðu þú þetta klukkutíma? Já. Ingen sekundar mánuður.
Við erum svo margar síður. Já, Búnir. allir viðstættir held ég. Ég er búin að senda nýja útgáfa af þessu til ykkar. Ok, gott. Komið. Já, við hefjum þá fund á nýju og erum hér ennþá í fundagerð umhverfisnefndar það sem var verið að fjalla sérsvörnum og plasti. Og Sigrún Pálsdóttir, þú ert með bókun og ætla þá að við erum að lesa hann upp. Gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég óskaði eftir því hér áðan að fá að bera hér á mér ámæli af því að það mátti einhvern veginn skilja orð Bryndísar Haraldsdóttur fulltrúa D-lista þannig að ég hefði ekki mikið áliti á starfsemi Reykjalundar eða eitthvað í þeim dúr. Þannig að ég óskaði eftir því að fá að koma hér skýrt á framfæri að ég hef mikið dálæti á starfsemi Reykjalundar og vil þess vegna bóka annars vegar mótmæli við því að mér sé ekki leyft hér að fara í ræðustól eina ferðina enn og bera mér ámæli og líka það hvaða viðhorf ég hef til Reykjalundar. Mér finnst bara mjög skýrt, það þarf bara að koma mjög skýrt fram. Já. Og bókunin er svona: bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gerir enn og aftur alvarlegar athugasemdir við þá valdníðslu forseta bæjarstjórn á Mosfellsbæjar að fá ekki að bera af sér þau ámæli fulltrúa D-lista að hafa notað niðrandi orðalag starfsemi Reykjalundar. Undirrituð hefur mikið dálæti á því starfi sem þar er unnið og telur mikilvægt að láta ámælin ekki standa án þess að leiðrétta þau. Samkvæmt grein 15G í samþykkt stjórn Mosfellsbæjar er réttur bæjarfulltrúa skýr til að bera af sér ámæli. Það rétt virðir Bjarki Bjarnason ekki. Já, ég til að ég taki til hérna mál sem forseti og er hér með bókun. Bjarki Bjarnason bókar þannig: forseti andmælir þessum orðum bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar og vísar í 15. grein G-lið í samþykktum stjórn Mosfellsbæjar sem hann fylgir í hvívetna. Ég til rétt að því að bæði ég og Sigrún vorum að vísa í þessa hrausu í samþykktum bæjarins að ég lesa alveg bara upp hérna, hann er stutt og laggóð. Þetta er sem sagt liðurinn hver oft má tala og hljómar þannig: bæjarstjórnarmaður má tala tvisvar í hverju umræðu máls. Heimilt er þó bæjarstjórnarmanni að taka ofta til máls til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd fundarstjórn forseta. Framkvæmdastjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður mega þó tala oftar en tvisvar í hverju umræðu máls. Framkvæmdastjóri, sem er þessu líki bæjarstjóri, hefur óbundið málfrelsi. Og eins og ég sagði í bókunum áðan, ég tel vera að fylgin í hvívetna, það er mikið verið að tala um orðið ámæli og það er reyndar ekki fyrsta skipti. Ámæli er mjög sterkt orð í bara samkvæmt íslensku orðabók. Þýðir bara ávítur eða átölur. Og hvað þýðir ávítur? Það þýðir aðfinnslur, ákúrur, áminning. Og þannig að þetta er hérna, ég vel tekið undir það getur masadrið hjá fundastjóra hvenar ámæli að ræða. Ég taldi þetta ekki verið það og við það stend ég. Þú greist frammi fyrir mér áðan, Bjarki. Nú haldum við áfram með fundinum. Talum eitthvað annað heldur en akkurat það sem stóð í bókunni. Ég ger athugasemdir við það að þú gerir þetta. Ég var að vitna. Það bara sama á að gilda fyrir alla Við höldum áfram með fundin og höldum áfram með fundin. Þessu bókunar skeiði er lokið. En málið er ekki útrætt. Haraldur Sverrisson, þú ert beðin orðið þetta mál. Gjörðu svo vel. Þetta er 3. mál í fundagerð umhverfisnefndar. Sérsöfnun og plasti. Já, forseti. Ég ætlaði nú að koma hér og veita upplýsingar flokkun og lyfjum hjá Reykjalundi en gerir það ekki eftir en ég kemur eiginlega bara ekki orðað að fundist.
það tala hér sérmeðferðir eða á bæjarfulltrúum og svo eru bæjarfulltrúar hér við borðið að taka yfir stjórn fundarins. Ég gerir bara athugasemdir við það að svo sé. Við erum hérna með fundarsköp, fundarstjóra og það er óvirðingu að hann að hæsta stigi að grípa fram í fyrir honum þegar hann er að stjórna fundinu. Og mér finnst að það er lítilsverðingu við aðra hér við þetta borð. Þess utan sem að bæjarfulltrúan að mínum mati misnota aðstöðu sína hérna áðan þegar hún kom upp og talaði. Hún hafði ekki leyfi til þess. Það er bæjarfulltrúin. Bæjarfulltrúin hafði leyfi til þess að lesa bókun. Koma hennar framfæri. Annað ekki. Þannig að mér sýnist nú að ef einhver fær sérmeðferðir og fær hér að brjóta hér reglur þá sé það viðkomandi bæjarfulltrúi. Ekki aðrir. En nóg það, líka ræða það frekar, en ég kom þetta upp til þess að koma því á framfæri að því það var hér að ræða lyf og meðferð lyfja og hættu á því að þau dreifðust út í umhverfið sitt og Reykjalundur kom hér upp í umræðan það, hvernig var farið með það var haft í samband við forstjóra Reykjalundur hér í fundarlegi og hann upplýsir það að öll lyf á Reykjalundi séu flokkuð og fari í eyðingu. Þannig það er ljóst að Reykjalundur þá að fara til fyrirmyndar hvað varðar slík mál og rétt að það sé upplýst hér að því þessi fundur nú í beinni útsendingu. Já. Bera mér ámæli. Að bera þér ámæli? Já. Já, ég óska eftir, ég ætla að gera stutt fundarlega og þú getur þá fengið að útskýra það í hver ámælin er fólgin. Já. Við gerum hér stutt. Ámæli mitt, ég var ekki að tala Já, við hefjum þá fund á nýju, við erum ennþá að ræða fundargerð umhverfisnefndar frá 22. febrúar 2018, orðið laust. Við langar að ræða hér eitt mál sem ekki hefur verið rætt og það er svo mikið sem númer 4 og heitir friðlýsing gamla Þingvallavegarins. Það sem að rætt var á þessum fundi var tillaga mín friðlýsingu gamla Þingvallavegarins. Ég hef nú rætt það hérna áður, rætti þetta á þessum fundi og lagði þetta fram og bara til þess að fara örstutt yfir þetta þá var hér upp á Mosfellsheiði, stórum hluti í landi Mosfellsbæjar, miklar menningarminjar sem ég tel og reyndar margir fleiri fulla ástæða til þess að friðlýsa og það myndi þá færa undir minjastofnum að þetta er mannvirki, þetta er ekki friðlýsing eins og við höfum verið að vinna hér víðar í Álafossi og Fossvogin í Bringum. Það fer gegnum minjastofnum. Þessi ágæti vegur leggur í gegnum 3 sveitarfélög, þannig að þetta mun aldrei gerast nema með samvinnu þessar 3 sveitarfélaga sem er Mosfellsbær, Bláskógabyggð og Grímsnes og Grafningshreppur. Þessi vegur er hér stórkostlega menningarminjar eins og ég sagði áðan, beinn og breiður vegur, hann kannski ekki breiður núna en var mjög breiður á 19. öld þegar hann var lagður og samkvæmt nýjustu tísku mikið af vörðum þarna meðfram veginum og hleðstur og fleira. Til ykkur sem var að friðlýsa, ef hann er hvað sem er friðaður, það er einfallega þannig að friðlýsing felur í sér miklu, kemst á það er aðri sess í svona hugum fólks, hvað var það kynningu og notkun, koma spurning til dæmis hvort að megi aka þarna. Þannig að ég vona að þetta gangi bara sína leið og það er það fólkið í því að fulltrúi þá Mosfellsbæjar, endalega þá á umhverfissviðum mun þá hafa samband við hér fólk austan heiðar. Við þennan ágæta vega líka leifar af sælhúsi sem er náttúrulega ekki hluti af veginum en það er mjög merkilegar minjar líka. Þetta vildi ég segja þennan veg sem er kallaður gamli Þingvallavegurinn. Sigur Póstsson Tryggvarsvölds, þú varst búinn að biðja orðið málefni 4 væntanlega. Já, ágæti forseti, ég er nú eiginlega svolítið undrandi á því að þetta mál sé til umræðu í umhverfisnefnd. Mér finnst mikið eðlilegra að það væri til umræðu í menningarmálanefnd
heldur en í umhverfisnefnd. Ég held að það sé bara þörf á því að hugsa líka bara að sem sagt umhverfisnefndin einbeiti sér að þeim náttúruundrum sem í Mosfellsbæ eru og beiti sér fyrir vernd þeirra heldur en að vera hér upp heiðar að friða svæði þar sem ekki nokkur sála kemur. Ég hefði áhuga líka á því að vita hvort að þetta er fyrirhuga vegstæði. Það hafa komið fram tillögur sem hafa verið til umræðu hjá Mosfellsbæ lagningu vegar þarna í þessu vegstæði að því að ég held í Mosfellsbæ eða sem sagt það hefur verið ég veit að fólk hefur rætt við bæjarstjóra þessi mál vegagerð í vegstæði gamla Þingvallavegarins og það væri bara mjög fróðlegt að fá að vita sem sagt hvort þetta er sama vegstæði og hvort að þú ert að stinga upp á því að þetta verði friðlýst og hvort að þau plön færu þá út af borðinu. Já, Hafsteinn Pálsson var búinn að biðja morgun, ég tel rétt að ég svari kannski fyrst aðeins. Já, ég hafði nú reyndar ekki rétt að komi engin maður upp á Mosfellsheiði og þeir sem koma þangað það sjá ekki eftir því þetta er nú fyrir bara ósnortin víðarna líka, náttúran er þar og líka menningin. Þannig að þetta er auðvitað menningarmál þannig lagað en þessi friðlýsing á vissulega heima ef að verður á vissulega heima á borði umhverfisnefndar og þarna tengja saman náttúran og síðan mannvirki frá 19. öld. Hvað var það spurningu að þessi vegur, gamli Þingvallavegur, hafi verið fyrirhugaður að hugmyndum það að hann geti verið nýr vegur, endurbyggður yfir heiðina, nýr Þingvallavegur, þá var því til að svara að samkvæmt lögum má ekki snerta við þessu vegi. Öðru lagi er hann einskis virði sem nútímalegt mannvirki. Ef að menn myndi fara að nota þetta vegastæði þá myndi mann eyðileggja þessar minjar sem er undir bara lögbrot. Og hann er einskis virði, það er óskandi að í framtíðinni komi nýr vegur yfir heiðina eins og mikið hefur verið rætt, sérstaklega í Mosfellsdal. En það er ekki á þessum vegi, það er önnur vegstæði. Það er bara hugmynd sem er bara ekki á dagskrá því að þetta er vegur sem er bara frá fyrri tíð og ánáttúrulega varðveita þannig og það verður þá miklu skynsamlegra að taka það bara slíkt frá grunni. Ertu til að vera aðeins skýrari, er þetta sama vegstæði og verið að ræðum eða ekki? Nei. Þetta er ekki sama vegstæði. Þetta er ekki sama vegstæði. Hafsteinn Pálsson, svo varst búinn að biðja máli, gjörðu svo vel. Forseti, varðandi það að ræða friðlýsingar og mál þeim tengt í umhverfisnefnd eða menningarmálanefnd, þá finnst mér ekkit að því að það væri rætt líka í menningarmálanefnd en eins og bæjarmála samþykktin þá er gert ráð fyrir að þetta sé á verkefnasviði umhverfisnefndar og því í fyllsta máta eðlilegt að þetta sé til umræðu í umhverfisnefnd og það var bara það sem ég vildi koma. Orðið laust. Fundargerðina. Nú engi kveður sér frekar hljós, þá er umræðum þessa fundargerð lokið og ég bið bæjarfulltrúa réttur hönd sem að samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Það er ein fundargerð eftir frá nefnd og það er þróunar- og ferðamálanefnd sem hélt fund 20. febrúar síðastliðinn. Orðið laust. Engin kveður sér hljós og þá er umræðan lokið og ég bið þá fundamenn að réttur hönd sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum.
Þá komum við að síðasta kafla fundarins sem eru fundargerðir til kynningar. Fyrst er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Þar var fundur 27. febrúar, orðið laust. Engin kveðið sér ljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Næst er það stjórn SSA, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þar hittast bæjarstjórnarnir eins og þið sjáið í fundargerðinni af höfuðborgarsvæðinu. Þar var fundur 12. febrúar síðastliðinn í Kópavogi, orðið laust. Engin kveðið sér ljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er það Sorpa, stjórnarfundur Sorpu. Þar var haldinn fundur á skrifstofu byggðasamlagsins 21. febrúar síðastliðinn, fundur nr. 385, orðið laust þá fundargerð. Engin kveðið sér ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerðin í kvöld. Það er stjórn Strætó sem hélt fund að venju í Mjóddinni. Þessi fundur var haldinn 16. febrúar síðastliðinn, orðið laust þá fundargerð. Engin kveðið sér ljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi slitið. Ég